Góðan blessaðan daginn. Í dag er dagur 5 hjá Radio 97 og í dag er föstudagur. Þið eru hlusta tíurnar og við verðum með ykkur alla daga frá 23. Í dag eru bara 2 dagar eftir hjá útvarpinu og okkur finnst það voða leiðilegt. Það verður rosa gaman í þessu verkefni og við vorum innilega við fáum að vera með útvarpið aftur seinna 10. bekk í árinu. Það er skemmtileg dagskrá framöndan hjá okkur og við ætlum að styrla staðreyndir, skrýtna fóbíur, slúður, hraðaspurningar, símönd og karaokekeppni þar sem Ísabel og Emilia, ég sem sagt, munum keppa sigurinn. Og við minnum ykkur á að síminn er alltaf opinn og þið megið hringja inn hvenær sem er og síminn er 490-0197. Við ætlum að byrja þáttinn með því að taka smá viðtal við hana Bjartmey sem er í 10. bekk í Akurskóla sem að situr inni hjá okkur núna og það er Marina sem ætlar að spyrja hann hraðaspurningar í dag. Byrja? Já, Bjartmey, ertu tilbúin? Já. Ok. 1. Uppáhaldslitur? Leikur. Besta lag allra tíma? Ég man ekki. Það eru hraðaspurningar. Já, ég veit ekki. Ok. Hvað er það fyrsta sem þú gerir á morgnana? Hugsa hvað dagurinn verður fallegur. Hvernig síma áttu? Sony Ericsson. Uppáhaldsmatur? Hamburgari. Á hvað útvarp hlustar oftast? Bylgjuna. Hvað er fyrsta gæludýrið þitt? Gæludýrið mitt? Já. Það var páfakökur. Hvað hét hann? Pási. Ef þú áttir hest, hvað myndir skýra hann? Tinna. Hvað er uppáhaldsflíking? Það er buxuna sem ég er í. Ok. Besti þáttur? How I Met Your Mother. Ok. Gott, það er geðveikt. Herru, þá ætlum við að fá nokkur lög og svo ætlum við að fara í styrlaðar staðreyndir, skrýtna fóbíur og slúður. Þá erum við komið að styrluðu staðreyndum og skrýtnum fóbíum dagsins. Ok, það er fleiri með fóbíu við að æla heldur en að deyja. Jaha. Já. Risaeðlur gætu hafa orðið útdauðar með hjálp frá sínum eigin vindgangi. Sem sagt, prumpi eða ekki. Jú. Ég skil þetta ekki alveg hvernig það virkar. Fórum að ekki dröðla svara. Marilyn Monroe var með tær. 6 tær. 6 tær. 6 tær. Verðið var rófan með tær. What? Ég fattar samt ekki hvort það var báðum einn eða bara einni löpp. Ég veit ekki. Ef þú borðar of mikið af gulrætum, það verður appelsínugulur. Hvað? Já. Okay. Hvað næst? Fólk segir Guð blessi þig þegar þú hnerrar út af því að það stoppa hjartað þér í sekúndubrót. Já, hún er bara að deyja í smá stund. Ok. Hvað? Skrýtna fóbíur? Nei. Glemdur einni. Nei, gerðu allt saman. Þú sagði allt. Ok. Þá er komið að skrýtnum fóbíum dagsins. Og svo fyrsta er mnemofóbía er að vera hræddur við minningar. Ég skil þetta ekki alveg. Svo bara hræddur við mun eitthvað? Ok. Já, greinilega. Ok, næsta. Fengófóbía að vera hræddur við dagsljósið. Emilia. Hei! Já, hún brennur svo mikið. Hei, ég er rauðhærð. Ok. Okay. Nomatofóbía er að vera hræddur við nöfn. Ha? Já. Ok. Já, svona er það bara. Og erófóbía er að vera hræddur að kyngja lofti. Erum við ekki alltaf að kyngja loftið þegar við kyngjum? Jú, það ekki. Ok. Já. Olfaktofóbía að vera hræddur við lyktir. Bara svona alls konar ilmi.
hvað manneskjan þá að gera? Hún bara, Andar með vinninum? já, örugglega. Æ. Ég skil þetta ekki alveg bara af hverju að lifa við svo hrætt við lyktir. En ok. Xenofóbía, að vera hrættur við það að verða afbrýðisamur. Eða vera hrættur við afbrýði. Sem að það? Hrættur við afbrýðisemi. Hrættur við afbrýðisemi. Ég er mjög hrætt við það að vera afbrýðisam. Nei, það verða allir afbrýðisamir. Ræbófóbía, að vera hrættur við hæðir. Sem sagt kúk. Ég skil þetta ekki alveg hvernig svo manneskja lifir. Að kíkja eftir konum. En já. Þetta voru styrlaða staðarindir dagsins. Það er peppa sig bara annars ekki. Og fóbíur dagsins. Nú ætlum við að fá lög og svo ætlum við að fara beint í slúður. Nú er komið að slúðrinu og já, ég ætla að segja, Maja. Kona Mike Tyson verður að fara á spítala vegna magaverks. Er það eitthvað óeðlilegt? Ég veit ekki, ég myndi ekki þurfa að vera kona sko. Nei, getur byrjað að íra að manni. Ekki svolítið, eitthvað geðveikur líka. Ég veit ekki, hann er með netta áttu. Hann er mjög skrítinn allan. Hann er óslega krútleg hvernig hann talar. Já. Mike Tyson, ég veit ekki hann talar. Lögfræðingur Chris Humphries hætti að vinna fyrir hann. Hver er það? Hann að fyrrandi maður Kim Kardashian, hann er, þú veist, ég held að sé ekki ennþá búin að skrifa undir pappir hann sko. Já, hún er með Kanye West núna. Já. Það var, já. Eða þú veist, þeir eru að fara í. Já. Og já, Chris Brown og Drake eru að huga það að kæra hvern annan vegna slagsmála. Hvað gerist eiginlega milli þeirra? Voru þeir ekki að, hvað? Fóru ykkur slagur bar eða eitthvað? Já. Ég held að Chris Brown sjálf að missa sig hérna. Alltaf eitthvað með hann. Smáli við alla hérna. Já. Og Katy Perry og Rihanna sem voru fína vinkonur eru ósáttar vegna sambands Rihanna og Chris Brown. Talsmenn Katy óskuðu líka eftir að hún og Rihanna yrðu ekki settar í sömu sætaröð. Katy segir aðeins að aðstæðurnar væri vandræðalegar og kýs að takast ekki á við vandann. Af hverju er Katy Perry ekki sama? Nei, það eru greinilega fína vinkonur og þú veist, hún hefur bara fundist asnalegt af Rihanna að skilur byrja bara með honum aftur eftir þetta. Já. Ég held að ég myndi alveg vera svolítið svona pirruð út í vinkunum mína ef hún myndi byrja aftur með einhverjum strák sem hefði lagað með hana í klessu. Í klessu, en þú veist. Sástu andlitið á henni? Já, frekar. Já, hún var alveg frekar vel sæt sko. Chris og Rihanna hættu saman eftir að hann réðst á hana og núna eru þau aftur byrjuð saman. Já. Er það ástæðan? Já. Gæti verið ástæðan. Ég trúi því. Tiny Tempa er líka komin til landsins eins og DMX á Keflavík Music Festival. Yes. Og það er komin mynd af Kate Middleton. Það sést í óléttubumbuna. En ólétt? Ég vissi ekki að vera ólétt. Ég skil ekki, vissi ekki að hún var ólétt? Nei. Í alvörunni. Nei. Hún er bara alveg svolítið lengi sko. Hvað er hún komin langt? Það var slúðublaðið Stars sem tók þetta skref sem að frekar skrítið þar sem að konungsfjölskyldan var mjög reið fyrir stuttu þegar að sama mynd af henni birtist í tímaritinu. Það er ítalskt tímarit. Slúður. Yes. En birti líka myndina þar sem hún var berbrjósta. Já, var það ekki fyrra? Jú, þetta var. Já. Fyrra. Já, nú ætlum við að fá nokkuð lög og minnum að síminn er alltaf opinn og við getum alltaf hringt inn og fengið óskalag. Já. Þá ætlum við í hraðaspurningar og í dag ætlum við að hringa í Ástór sem er gamall nemendur á Akurskóla. Yes. Þú tilbúið með símann, Vignir? Já. Mann svari.
Ástór. Ástór. Er hún búin að svara? Ég veit það ekki. Af hverju er þetta? Æ, ok, við ringjum bara aftur. Við erum að laga þetta Bergmál. Það er bara Bergmál alveg 10 sem það sem ég segjum að slá fyndi. Er það ekki hérna? Jú, það er hérna. Hringi aftur Ok, ringi eftir í hann. Við erum bara að taka hérna einhverjar spurningar. Svara. Í alvörunni. Hverju kemur þetta að ringi? Hætti þið. Ó, þetta var ég. Hæ. 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 Ástór. Já. Hvað er að gera? Oh my god, hvað er hún djúparödd? Hvað segiru? Svo. Hvað er að gera? Ertu tilbúin í þetta? Já. Við erum með geðveika spurningar fyrir þig. Hvað er þið? Við erum með geðveika spurningar fyrir þig. Þú veist að við erum með beinni eða ekki? Já, það var Bannað að bróta. Ok. Ok. Maður ætlar að spyrja það spurningar. Já, Ástór, hvað er Það er hraðspurningar, þannig að þú verður að bara svara? Svara. Já. Ok. Ok, hvað er bara slíturinn? Hvað er þið? Hvað er bara slíturinn? Við bara sittir í mig, blá. Saknar dagskóla? Já. Besta mynd allra tíma? Hvað er þið? Besta mynd allra tíma? Time Express. Hvað er verið margar kæristur? 3. Hvenær prumpaður síðast? Jár. Held ég bara. Hverju tekur fyrst í fari stelpum? Hverju tekur fyrst eftir? Í fari stelpum? Nei. Þegar þú sér eitthvað stelpu, hvað er fyrst sem þú tekur eftir? Lyktina. Er það lyktin virkilega? Þegar þú sér eitthvað stelpu langt í burtu og hvernig sér það þá hún sé sæt og heit? Langt í burt, já. Andlitaður eða. Ok, hvor er heitari, XO Lea eða Kim Kardashian? Hver er XX og Lee? Þú veist alveg Lea. hvað það er, látt ekki svona. Ég veit ekki sem hvað þetta er. Bara Kim Kardashian. Þú veist alveg hvað það er. Hvernig nærbuxum varst í gær? Var ég í gær? Já. Tjóbóksi. Hver er besta vingunæðin? Áslið. Mariana. Og Sóli. En vinur? Hvað sagðirðu? Axeli? Ástildur og Sóli. Ok. En vinur? Áts. En vinnur? Vinur. Já. Rókðili. Ef þú þurftir að sofa dýri, hvaða dýri væri það? Það sofið dýri. Já. Hraðspurningar, Ástór. Ég hefði svara þessu. Svaraðu? Bara hvað dýr sem er, bara þú veist. Górilu eða? Já, apa. Hvernig apa? Orangutan. Kimpanza. Já, ok. Í hver sefuru? Í hverju segi ég? Já. Herbergjum. Besta minning úr Akurskóla? Hvað með eitthvað Örugglega Lokaóið. Hæ? Laha? Lokaóið þegar hættingnum. Loka? Þegar hætti eftir. Já. Hvað sagði hann? Hvað sagðirðu? Já, loka ferðin. Já, ok. Já, lokaferðin minni. Varstu eitthvað á öskudaginn? Nei. Ertu á cool? Já. Ef þú ætti lamadýr, hvað myndir skýra það? Albert. Ó, ég ætla að vera Ó, Ísabel. ég ætla að segja Ísabel. Ok, takk, ég elskar Hver það. er Já, ég ætla að segja Ísabel. Ég höfum alveg vissum að múti segja Ísabel, sko. Hver er besti þátturinn í Radio 97? Þið. Ok, Ekki samt bara að segja þetta og þegar við erum segið sem eru búin að hringi. Nei. Hvað þá? Það er súkulega karmelir þegar það ekki nógu gott, sko. Er það ekki nóg gott? Sammála. Hvað er Nei, að þeim nei, djók, þau eru ekki, mér finnst það góð, Þið tala bara svo mikið. við? Þær, með þeir. Þeir? Það er líka stelpur í súkkulaðikarminu, Já. ekki? Já. Heyrðu, Pálmi líka. Pálmi er innan hjá okkur og hann var að segja sagði hann að vera lélegur. Hvað er þekktast í? Nei. Hvernig finnst þér eina viti, Ástór? Hvernig finnst þér síðasti þátturinn sem er á kvöldin? Hefur hlustað á hann? Nei. Ertu búin að, heyrður þegar þið gerir símat í Mumma Soffa? Nei.
Já. Ég heyrði það ekki heldur. Það var alltaf að tala um Það var fyndið. fyndið. En Ásta mín, hefur eitthvað meira að segja til okkar? Nei, Við skellum á því. Segðu okkur eitthvað fallegt. Það er góð. Hæ? Ok, við erum að fara í símaut núna. Ásta, ertu ekki að hlusta? Já. Ok, Ok, Kekja. bye. Bye. Ok, bye. Þá ætlum að fara í símaut. Ég held að nætti sig. Hvernig varum Og við að tala skilja. með símöt? Ok, við ætlum að fara í símaut núna. Og Ég er ekki að fara að gera neitt. hver ykkar volunteerar að byrja? Ok, ég segi María. Ég kann Já. ekki að gera síma þetta, sko. Ég var Jú, bara jú, að kunnum það ekki er aftur, aldrei búin að eða? taka neitt símaut Nei. hérna. Ísabel, þú ert ekki múin að gera símat. Jú, Jú. Já, ég Grænjaldi held gerðan. Vá, þetta var ekkert. það var mjög glata, en ég er alltaf búinn. Þið eru ekki búnar. Já, einhvern veginn hringja. Ef við taka trufla símtal og við trufla bara Nei. allar, Ok. það verður geðvægt. Það verður örugglega eitthvað. Já, hringi hvern? Bara, komdu með eitthvað vinnir. Hmm. Einhverja blómabúð eða einhverja bú bara. Já, hvað er það að segja? Það sem hægt að kaupa eitthvað. Hvað er það að segja? Það byrðum blóm. Þú bara bulla bara eitthvað eins og Þegar ég sér var að gera bara. það í gera, eitt aðstæðan að gera aftur. Það var ekki okkur þáttur. Ég veit, en þú veist. Já. Við erum aðeinsleg. Nú er sko okkar þáttur. Sorry. Þú varst ekki í þættinum í gær. Alltaf að hringja eitthvað í einhverju blómbúð og byrja blóm. Já. Hver hringdi í og- blómabúð? Nei, við skulum ekki ringi blómabúð. Æ, grein alltaf. Hva? Símöt. Getur ekki. Hvað er það? Dýrabúð. Hvað er það Hvað að hringja? ringja? Hvert er að hringja? Við erum það bara þegar svo. Mótelefon. Halló. Halló. Mári vissi ekki að það væri blómabúð. Og þetta, ég vissi ekkert hvað. Ég sagði þið blómabúð. Ég vissi ekkert hvað þau voru að hringja, sko. blómabúð aftur. Það er bara leiðir fólk í blómabúð. Ok, árbæða blóm. Ekki hringi aftur, ekki aftur. Ekki hringja aftur, eitt aðstæðan, sko. Mér langar ekki að gera tíma það, Fyndi sko. hvað annað? Við erum Jú, við erum búin að bara að gera. trufla. Þú ert bara að fara að tala eins og sér bara bandi ykkur blóm og svo byrjum við bara allar að trufla. Og síðan bara, og síðan segir bara hvað er eitthvað á línunni. Ok. Já. Nennar að fara á línunni. Nei. Farðu af línunni. Nei. Hvað er svona? Nei. Ég vil ekki fara af línunni. Herðu, hringd eitthvað. Ég er að dýða. Bara svo að Segja vitið mér það hvað er er að síminn hringi. opinn. Þið getur hringt hvernig sem er til þess að spjalla eða eitthvað. Í 490-0197. 590 0197. Nei. 590, nei. 490 0197. Marja, Nei, þú er úps. tilbúin það. Þú fara að patta þér bara Bígó. Bígó. Þið vantar skrúur eða eitthvað. Þau er bara með hillu og þið vantar skrúu. Bígó, góðan dag. Þannig að, hvernig skrúur ertu með? Mér vantar Það gefur skrúur. samband náka. Ha, Það gefur samband inn í festingatelt, kjörsöld. ok, takk. Og elsku góði sem er. Zero. Hversu lengi ætlaði þið að vera? Ok, við nefnum þessu ekki. Ok, það Garðheimar. stafar ekki, sko. Garðheimar. Mér langar Það dríf okkur að þessu síma þetta. Við erum eftir líka karaoke kennina. Ég er alveg redd í þetta sko. Já, Nei. við erum ekki með texta. Nei, við erum eftir að finna texta þetta. Æ, kunni ekki eitthvað utan af. Hvert er að hringja? Garðum. Hvað er það? Eitthvað? Hvað vil byrjum? Garðheima, góðan dag. Þannig að ég var að pæla að því það var valentínusdagurinn í gær og ég gaf kæristanum ekki neitt. Þannig að eru þið með eitthvað svona flott blóm? Já, ég skal gefa samband hérna inn í blómadeildina. Aftur. Eftir að bíða. Já, ég veit. Þannig þurfum ekki að bíða lengi.
Þetta umlegt sko. Aldrei láta mig bíða maður. Nei. Jæja. Jæja, hvað er það? Vill enginn svara okkur. Hvað er þeim Það er ekki jól. Hvað er í gangi? Mariana. Mariana Þetta settir var okkur ekki bara veitingastað, þetta er fanga sko. Vill einhver annar gera þetta? Getur þú gert þetta? Mariana. Veitingastað. Ha? Ég Nei, ég er ekki verið að gera. Ef við fáum ekki samband núna, Ég þá er verður eiginlega bara ég er hætt sko. fara í karaoke. I'm retired. Ok, grein. Förum bara í karaokeið. Nei, jú. Við erum byrjað að syngja. Hvert í ansku? Hvaða? Góðan dag. Hæ, ég og kærasti minn, við viljum fara út að borða. Hvað eru þið með að borða? Ha? Hvað eru þið með að borða? Við erum með bara allt mögulegt. Eins og hvað? Við erum með steikur, við erum með pasta, pítsur, Pasta? salat, fisk, súpur. Ha? Fisk. Hvernig? Er þið með súpur? Ha? Er þið með súpur? Rísallingar. Við erum með súpur, já. Ég er súpa. Já, hvernig? Fiskisúpur? Við erum ekki með neina spes fiskisúpu. Svo ég ætti með Æ, fiskisúpa. mér langaði svo fiskisúpu. Eru þið með sveppasúpu? Það er alltaf bara súpa dagsins. Súpaði mig. En eru þið með pulsur? Ha? Eru þið með pulsur? Nei. Það verið pilsa. Okkur er þið. Láttu mig í breiði. Herru, ok, Láttu klóttu svo þegar. veistu mig, er engin svona romantísk máltíð eða eitthvað? Það ég held að sé bara langbest fyrir að koma og skoða hjá okkur matseðilin eða fara inn á greifin.is og skoða matseðilin. Getur þú komað til mín? Já, kannski. En Láttu Tómas að svona mig. Ha? Er eitthvað annað á línunni? Halló? Er eitthvað annað á línunni? Gurra! Halló? Gurra! Hvað er þetta að gera koni? Halló? Halló? Já, ég er bara er eitthvað annað á línunni? Gerðu símat einhver annar staðar. Símat? Ég bara langaði bara út að borða með kærastanum mínum, sko. Já, eins og ég segi, þá er best fyrir að fara inn á neti og skoða matseðilin eða koma bara. Hvað dæna hann á útrúsi? Heyrðu, ok, takk æðislega. Já, takk. Bless. Af hverju gerðu þið ekki með mér? Af hverju gerðu þér ekki Ísabel? Ég var eina Og þetta var flott hjá mér. En þú glengir hann að hlæja. Mér var svo flott hjá mér. Já. Mariana bjargar öllu alltaf. Hún hætti ekki að fatta þetta var síma. Gerði hann að gera eitthvað annað. Látt Emilí núna að gera. En við ætlum að fá eitt lag. Við ætlum að fá eitt lag. Það? Þannig að við ætlum að prófa annað símat og ég ætla að reyna að lofa að bara ekki. Nennir þú að gera það? Þannig að, og Mariana ætlaði núna að tala. Nei, nennir þú að gera það? Mariana Ég get ekki talað sko, ég grenjaði hlátri bara við að hlusta ykkur sko. Velkomin í samband við veitingarhúsi Nings. Veldu 1 fyrir Suðurlandsbraut, veldu 2 fyrir Stórhöfða. Ok, getur komið. Alvar. Nings Suðurlandsbraut. Góðan daginn. Góðan dag. Ég var að pæla út, ég hef aldrei komið þangað áður. Já. Og ég var að pæla hvernig matur er með. Maturinn? Já. Bara allt frá Asíu sko. Er þið með Frá asísk matur. sushi?
Já, við erum með sushi. Hvað er á súsíinu? Hvað segirðu? Hvað er á súsíinu? Er ykkur bakvið að trufla þetta símtal? Mér finnst ekki fyndið. Hvað segirðu? Er ykkur bakvið ykkur að trufla þetta símtal þegar þetta er ekki fyndið? Já, ég veit ekki, þetta er ekki frá þér. Nei. Það er ekki frá mér, sko. Sko, hvað er með á súsíinu? Út í með ofnæmi fyrir lax. Getið þið sett eitthvað annað á? Nei, við erum eiginlega með lax bara í öllu súsíinu okkar. Er ekki að taka það úr? Nei. Er ykkur á línunni? Það er bara tilbúinu bakkar. Óþekka stelpa. Allt í lagi, en ég heyr eitthvað suð, þannig að þetta er pínu að trufla, en allavega hvað, þið með eitthvað vangi eða eitthvað svoleiðis? Já. Hvað sko, þið Fljó. sterkir vangir eða venjulegir? Fuglavangir! Alls konar. Ok, herðu, þetta er að trufla um pínu, þannig getur bara hringt aftur. Já. Farðu bort svona. Bye. Ok, bye. Þið áttu ekki að öskra svona. Það er ekki gert í truflandi símtali. Ísfæli, Siggi! Það var ógeðslega pirrandi. Hún greip ekki fram í mig. Og maður getur ekki talað. Ekki eftir. Maður getur ekki talað þegar það öskra. Og það verður maður að stoppa hann. Það er valið. Nei, ekki hringi mig. Nei, ég er ekki að... Nei, það var ekki... Ekki hringi nings. Vignir, ekki hringi nings. Ekki hringi, ég gerir þetta ekki aftur. Já, bara eitthvað. Bara eitthvað? Ok, ég skal lofa að öskra. Ef ég taka Texas. Nei, joke. Nei, ekki. Jú, gerðu það. Eftir Texas. Nei. Kom svo. Er ekki hægt að hringja eitthvað blandpundrið svona... Nei, joke, það er dónalegt. Ég má ekki segja. Ætlum við að taka... Nei, það ætlum Nei, við ætlum að gera eitthvað annað. Rizzo Pizzeria. Rizzo. Hvað er það? Það er Reykjavík. Yes. Fyrir að tala. Mamma Kita. Mamma Mariana. Takk Texas. Velkomin á Rizzo Pizza. Veldu 1 fyrir Rizzo Pizza Grensásvegi. Þú ert komin samband við Rizzo Pizza Grensásvegi. Hingraðu og þér hefur gefið samband. Allt í lagi. Rizzo Grensur. Hi, good day. I was wondering, do you guys sell pizza, right? Yeah. What kind of pizza? Whatever you wanna. Do you have all kinds of pizza? Or do you guys sell anything else than pizza? No, just pizza. So, can you put something extreme on the pizza? Mean extreme? Like something like crazy, you know. I want to try something new. Mom, I want some chicken nuggets. We have just usual stuff on the pizza. We don't have anything, I don't know. Well, what's the most popular pig you have there? Chicken nuggets. You can read it in webpage. Just go on rizzo.is. I don't have the internet. Because I'm just staying here for a few days and... Chicken nuggets. I was wondering if you guys could assist me through the phone. Because I really want to know if this is a good place to go. Because some people pointed this place out to me. But I wasn't really sure if I should have gone there to eat pizza. You can choose whatever you want on the pizza, or you can choose from menu. I don't have menu right now with me. Wait a little bit. Oh, okay. Alright. Go in your pants.
Hello. Hello. Yeah, our favorite in here, the most popular, is pepperoni, mushrooms, pineapples, black olives, jalapeno, garlic, cream cheese, and oregano. Sounds good. But are there any people there now? Sorry? Are there any people there now? Here now? What do you mean? Eating here or? Yeah. No, I guess not. Cause like I want to meet some new people around here. I'm thinking about moving to Iceland and starting a family. Okay, it's really cold in here. Really? Yeah, I felt it a little bit this morning. It was a bit cold. I went for a walk, but then I came straight back home to the hotel. Yeah, if you want to meet some new people, I guess it's better to go to downtown. Downtown? Yeah, it's just the coffee houses and... Oh, that sounds so good. Are there like lots of cute guys in Iceland? Sorry? Are there lots of cute guys in Iceland? It depends on the taste. Like, my boyfriend, he cheated on me, and you know, my friend, she's Icelandic, and like, so she told me that there were many nice Icelandic guys and that they wouldn't treat a girl wrong. So, you know, why not try an Icelandic boy? Icelandic people and not cheating. Oh, it's something new. Really? I always heard everything else. So they do cheat? A lot? I think so. I don't know. Not all of them. I'm not saying about all of them. I have no idea. But I heard that, yeah. Not just the guys or the girls or all of them are cheating. It just, I don't know. So they're more into cheating on their girlfriend. Well, you know, American guys, they cheat like while you're in the house. So I think that's pretty bad. Okay, it's not so bad in here. No. Well, that's great. So, do you have any cute friends? Sorry? Do you have cute friends? Single? No. Are they all in relationships? Because I'm not Icelandic. Aren't you? No. What are you then? I'm from Latvia. Ah. That sounds nice. I'm from Grand Prairie, Texas. Okay. So, you know, it's pretty hot there, so coming here is a big change in the temperature. Yeah. And I didn't know it was going to be that cold, so I didn't pack a coat or anything. I'm so silly. I wish I would be in hot country right now, not in cold in here. But the cool air. Yeah. Like in Christmas, I bet it snows a lot there, doesn't it? Yeah. It doesn't snow a lot in Texas. You know, just snows, lies, and cheats, and everything else other than snow. You know? But it's nice. You have sun constantly, 24/7. But you also have cheating guys all the time. Yeah. And that really hurts. And I can't take it anymore. I just want to move away, you know? My parents keep telling me they're trying to push me into law school. I don't want to be a lawyer, you know? Oh, you don't want to be a lawyer? But they want me to be a lawyer. Are you laughing at me? No, just don't listen to them. Just do whatever you wanna. I can't. They're so mean to me. You don't understand. They're like... How old are you? I'm 29. Nah, I'm kidding. I'm just 20. But still, you know, the people in Texas, I don't have any friends, you know. They're all my old friends. They went to move to England or something. But you know what? No, I couldn't do that. You know why? Because my parents want me to go to law school, and I don't want to. Then don't go. Well, you need to listen your parents. You're not 15 anymore. I know. I'm turning 21 tomorrow. And that's why I went to Iceland. And I came here alone. Why did you went here alone?
because I wanted to get away from my mom and dad. My mama. It's okay, you will meet some new friends in here and celebrate your birthday. I had such a good dog. His name was Banjo. And you know what my daddy did? He locked in a cage and he's never coming out again. I wish I could chat more with you, but I really need to work. Okay, it's okay. I'm sorry. It's alright. Bye. 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 Hún var alveg að trúi sko. Hún var að spjalla sko. Já. Þetta var Rizzo pizza? Nei, þetta var Nings. Nei, þetta var Rizzo pizza. Þetta var Rizzo pizza. Hvað sagði hún? Hún var ekki íslensk, hvað var hún? Latvía. Sá það ekki? Sá hún ekki Litáin? Ég Litáin. Ég veit ekki. Oh my god, það var vandræðaleg. En þetta símtal var aðeins lengra ef við heldum. Það var enginn annað, ég hef ekki að spurt hvort að... Ok, þetta er kannski langdregið. Já, þannig að við ætlum að geyma karaoke-keppnina til morgun bara. Við verðum aftur á morgun frá 23. Og já, bara þættinum okkar að loki í dag. Og bara takk fyrir að hlusta. Við ætlum að fá lög núna. Já, þið eru að hlusta hérna á Nördahotnið á Radio 97. Það er föstudagur. Ég er Axel Jónsson og ég er hérna með félaga mínum, Gumma Kristjáns, hvað segiru? Bara allt fínt, Axel. Já, nákvæmlega, við ætlum að vera að tala hérna bíómyndir, tölvuleikir og allt það er inn á milli. Tónlist og allt það skemmtilega. Nákvæmlega, við erum með tónlistahotnið, ekki glöma því. Já. Síðan ætlum við kannski bara chilla hans með ykkur og bara spjalla. Hlusta á góða tónlist og allt þannig. Þú segir ekki. En hérna, ef við ekki að fara að detti eitt lag? Já. Bara svona aðeins að jumpstarta þættinum. Lyfta på... Herru, þið eru að hlusta hérna á Nördahotnið á Radio 97. Gummi, hvað ætlum við að fara ekki núna? Já, við erum að fara að tala um nokkra bíómyndir, tölvuleiki og allt þetta. Ef við byrjum að þessu bara first things first, þá var það Beerfest. Beerfest, við erum að fara að tala um eina klassíka, rosalega finna mynd. Þetta er bara eitt af topp 5 finnustu myndum sem ég hef séð. Já, ég og Axel hérna, við erum búin að horfa á hana alla vegna svona 70.000 sinnum eða eitthvað, við horfum á hana endalaust. Hún er algjör klassík, maður fer alltaf að hlæja, það er bara engin partur á myndinni sem maður ekki fyndin. Nei. Maður bara, þú veist, getur hort á hana aftur og aftur og aftur og það er bara alltaf fyndið bara hvert einasta skipti. Já, en hérna, ef við förum aðeins út í það, Gummi, hvað er uppáhaldsatriðið þitt úr myndinni? Uppáhaldsatriðið mitt? Þetta er frekar erfitt, þetta er svona, ég held að það er þegar þú veist, þegar aðal keppnin var eða þegar þeir voru að, þú veist, æfa sig fyrir keppnina, það var líka rosalega fyndið. Já. Hérna, mitt uppáhaldsatriði held ég að sé þegar hann herra Snilvixen var að kynna sig. Já. I am Mr. Snilvixen, kom með mér. Já, og hérna, og líka hvað þeir voru að æfa og voru að hérna, fóru í partí hjá úlingunum, ég fannst það að vera geðsvindið. Já, það var rosalega fyndið. Já, en hérna, hvað, ef við ekki að, herru, já, við erum að spája, fara bara, leiði ykkur að hringin og ef þið hafið séð þessa mynd, þá bara... Og bara svona segja ykkar uppáhaldsparta og uppáhalds svona karaktera og allt þetta, fattari? Nákvæmlega, og ef ekki, þú veist, komið þá bara með ykkur mynd, besta atriði úr ykkur mynd. Já, bara eitthvað sem ykkur fannst rosalega skemmtilegt. En hérna, á meðan þá ætlum við að halda fram að tala um Beerfest. Hérna, Gummi, þú veist, eins og karakterinni, þú veist, þeir eru farið til Svíþjóðar. Nei, hvað var ekki, Þýskaland? Já, Þýskaland. Þýskaland, þetta er bara svo rosalega fyndið. Þetta er alveg algjör snill, sko. Já, þetta er til dæmis eins og ættin hjá honum, þetta er bara ætt. Já, þetta er bara svona Beerfest hjá þeim er svona, þú veist, aðal hérna að ringja. Já, alveg. Nei, það má slökka á hérna útvarpinu. Búinn. Já, ok, blessaður, hvað heitir þú? Ég heit Sindri. Blessaður Sindri. Blessaður. Hvað hefur þú... Hverjir eru með þáttinn núna? Ha? Hverjir eru þættinn núna? Guðmundur og Axel. Ásælir. Hvað voru þið að tala í réttni staði? Við vorum að tala um Beerfest, bíómyndina. Beerfest. Hefur þið séð hana?
Já. Já, hérna, hvað er uppáhaldsatriðið úr henni? Ég þóri ekki að fara með það, þetta er heldur góð mynd, sko. Já, hún er snill, sko. Hún er svona, þetta er svona 80% skemmtun og svona 10% fun. Og ég veit að það er 10% eftir, en það er bara eitthvað bull. Já, það er ekki að finna. En ég ætla að við eitthvað óskalag. Já, hvað er það? Það er bara Thrift Shop. Já, ok, Thrift Shop. Herru, ég hlusta. Skellu því inn á eftir. Skellum þá á eftir. Takk. En hérna. Já, við ætlum aðeins að tala pínu lengur þetta. Já, hvað er svona uppáhaldskarakterið þinn í myndinni? Hann, hvað heitir eftir gauðin sem á ekki heimannistar, Rónin, eða svona. Hvað heitir hann, sem að var alveg rosalega góður í beer-pong. Líka hann og Landfill. Já, Landfill. Landfill var geðveikur. Hann var algjör snill. Nei, hann var svona stór bánksi. Bróðir hans var geðveikur. Mér varst líka Landfill. Hann var með svona ekta húmor og hann var svona stóri björnin sem var alltaf skemmtilegur og þú veist, hann getur verið pínu svona bully en hann er samt alltaf algjör snill og bara fyndinn yfir allt. Já, og svo þau voru að keyra og hann satt í miðjunni. Já, það var geðveikt. Hann er svona risastór gaur og það er bara, þú veist, tveir ógeðslega litli liðin á honum og þeir eru alveg klestir við hurðina. Nei, hann var bara eitt, sko. Basically, Landfill er bara hlass og hinn er, sko, hinn er bara spýtukalla með hann. Samt er hann í kremju og og það var einhvern veginn, á einhvern ótrúlegan hátt, þá tókst Landfill að vera í miðjunni. En ég meina, ég veit ekki, Guð er greinilega til. Já. En áður en við förum ég ætla að tala um uppáhaldskarakterinn minn. Já. Ég held, ég er svona, þú veist, er ekki alveg viss, ég held að það er, þú veist, gyðingurinn. Já. Hann er svona, þú veist, hann er nördinn. Hann var svo surprising. Já, hann var svona, þú veist, maður vissi ekki að hann myndi vera svona góður í þessu. Nei. Síðan Svo kom hann að The Eye of the Jew. Já, þarna í endan þegar hann, já, hérna kemur hana. Já, yes, heyrðu. Flott. Blessaður. Ja, blessuð. Blessaður. Hvað heitir þú? Árni. Já, blessaður Árni. Hæ. Hvað segir þú? Fínt með þeim. Hvað, hefur þú séð Beerfest? Hæ? Hefur þú séð bíómyndina Beerfest? Já. Hvað var svona uppáhaldsparturinn úr henni? Keppnin. Keppnin, það er líka hjá mér, það er alveg snilldapartur, sko. En uppáhaldskarakter? Tælendingaginn. Já, hann er snill. Hann var geðveikur. En er eitthvað sem á að biðja eða eitthvað þannig? Nei, ég er bara að prófa hvað það virkaði. Já, ok. Nákvæmlega. Herru, takk fyrir þetta. Já. Takk fyrir Árni. Bye. Bye. Var þetta ekki Árni sem að alltaf að syngja lögin? Jú, ég held það, maður. Ég held það, er ekki, nei. Jú, þetta er hann. Jú, nei. Jú, það er ekki hann. Herru, stort sjáta til Árna. En hvað, viltu fara aðeins meir í Beerfest eða viltu fara í? Já, förum í eitt lag. Skellum okkur í eitt lag og svo förum við að hendi í eitthvað annað. Já. Þetta lag. Your grandma's coat. Herru, já, þið eru að hlusta hérna á Nördahotni. Við ætlum að fara í svona hefðbundin lið hjá okkur og það eru afmælisbörn dagsins. Afmælisbörn dagsins, þetta er alltaf hjá okkur. Nákvæmlega, fyrst og fremst þá er það Matt Groening. Já. Nákvæmlega, herru. Líka Jane Seymour, eða hvað er þetta? Jú, nei, Jane Seymour. Já, Jane Seymour. Eins og Seymour Skinner frá Matt Groening. En Matt Groening fyrir ykkur sem ekki vitið, þá gerði hann Simpson og fyrir alveg allmörgum ára síðan, enda er hann 60. Og Jane Seymour, hún var að hún leik til dæmis í How I Met Your Mother, var prófessorinn hans, hún var prófessorinn hans Marshalls Cougar gælan. Það sem að barnbröð mjöðmina. Já. Það var geðveikt. Herru, svo er það Amber Riley. Ég held, ég veit ekki hvort ég sé að fara með þetta rétt, að hún sé í Glee, að hún hafi verið með í Glee. Já.
Ég horfi ekki beint á Glee. Nei, við erum náttúrulega þess vegna þurftum að fá stelpu til okkar. Já. En hérna, við ætlum að fara í geturinn dagsins. Geturinn dagsins. Ætlum að hafa þær, hvað, ætlum að hafa 4? Við ætlum að hafa 3. Nei, 4. 4. Ok, þá við 4. Gummi, þú byrjar. Það er hérna spurningin, það er svona bíómyndaspurning. Hérna, úr hvaða bíómynd spurði Arnold Schwarzenegger, eða sagði Arnold Schwarzenegger línuna Get to the chopper. Það má hringja inn ef það hafið rétt svar, það bara fáið shoutout. Já, nákvæmlega. Þá fáið stórt shoutout. En hérna, svo ef við förum aðeins út í það, þá hérna, náttúrulega bara að mér fannst, þá er þetta frábær leið til þess að hérna byrja valentínsdaginn eða endan og fara á hérna frumsýninguna, eða ég veit ekki hvort það hefur frumsýninginni, á Die Hard. Var hún í gær? Hún var í gær, hún kom í bíó í Smáralindinni og bara að mínum að þetta var þetta fantastic. Ertu búinn að sjá hana? Nei, ég er búinn að sjá svona alveg slatti mikið af trailerum og hérna þetta lítur bara mjög svo vel út. Já, ég hef alltaf verið svona stór fan af hérna af Die Hard með John McClane og allt það, en mér líður eins og þetta er eftir að vera svona mynd sem að eru ógeðslega margar myndir að þig, en síðan í endunum þá er þetta eftir að byrja að vera pínu leðilegt og nákvæmlega, þú veist eins og bara Die Hard er best. Die Hard 1 að mínum andi. Já, Die Hard 1 er bara langt best, en mér líður eins og það er eftir að byrja að vera svona ekki skemmtilegt, en þetta er þetta Die Hard, það er alltaf gaman að horfa á það. Já, en hérna, náttúrulega minnum endilega á það, hringið inn og ef þið munið hérna spurninguna, ef þið vitið spurninguna, Gummi, getur þið komið með þetta aftur? Það er hérna, ef þið vitið hvað hérna Arnold Schwarzenegger sagði í eitt af bíómyndunum. Hvaða mynd var ekki, jú, það var hvaða mynd? Já, hvaða mynd sagði Arnold Schwarzenegger Get to the chopper. Hvaða mynd var það? Kvotum með smá hreim. Get to the chopper. Það er svona pínu. Þetta er bara sérstakt. Já, en hérna við ætlum aðeins bara svona ef ekki að fara aðeins í bara, förum í hérna svona upcoming myndir árið 2013 sem verða bara sem að verða svona maður þarf að sjá. Til dæmis Iron Man 3. Ég meina Iron Man 1 og 2, það var bara brilljant myndir, manni fannst alveg rosalega gaman að horfa á þær. Já, en hérna, fyrst við erum ekki komið með neitt hringja, þá ætlum við aðeins að fara í auglýsingar og hérna kíkjum svo á okkur bara rétt eftir það. Velkomin aftur á Radio 97 Nördahorni. Við ætlum hérna að fara að tala um nokkra bíómyndir sem að koma hérna 2013 sem að við þurfum að fara að sjá. Það er alveg svona rosalega spennandi. En fyrst ætlum við að minna ykkur enn og aftur á geturinn dagsins. Þetta eru 4 geturinnir. Gummi, þú varst með fyrstu. Fyrsta var enn og aftur ef það bara náði ég ekki. Það er hérna úr hvaða bíómynd sagði hérna Arnold Schwarzenegger Get to the chopper. Úr hvaða bíómynd var það? Þið getið bara farið að endilega ringi. En hérna bíómyndir sem að koma út á hérna 2013. Tala þetta bara svona aðeins á meðan. Já, hérna Iron Man 3, ég var að tala um það áðan. Það er hérna, hún er að fara að koma 2013. Það verður algjör snilld að sjá hana. Ég meina 1 og 2, þetta voru góðar myndir. Þetta voru actually decent myndir. Þetta er Iron Man, hann er svona algjör harðhaus og bara, maður getur ekki hugsað svona, hann er algjör aumingi, því að hann er engin aumingi, hann er algjör bara harðhaus. Robert Downey Jr. Já. Nákvæmlega, hann er búinn að reyna fyrir sig svona smá í ástamyndum og okkur svo leist, mér finnst hann ekki fyrst þar, mér finnst hann er bara harði jaxl. En og tala um Iron Man, Iron Patriot, ertu búinn að sjá trailerinn? Nei. Sko ég veit að War Machine, basically Rhodey-gaurinn, hann er komin í svona nýtt uppgreitt af sínum eigin búning og það er svona Iron Patriot og það er allavega einu sem ég veit. En hérna kemur næsta bíómynd, það er The Wolverine. Ég meina, þetta er Wolverine, ég meina X-Men, ef þið hafið ekki séð það er. Ég er svona
Það ekki miklu upplýsingar komnar það, en hérna... En ég samt frekar spenntur, ég meina þú veist, Hugh Jackman, hann rosalega góður. Hann rosalega spenntur, hann kom í Vesalingunum, ég var svona alveg ok til ég að sjá hana, sko. Já, ég sá leikrit og mér eftir að sjá það, sko. En hérna, ég veit það eitt að hérna, það bara sungið í þessari mynd. Já, ok. Já, ég ætla ekki að fara líka eftir því, en hérna, varandi Wolverine, þetta sem við vitum, það að hérna, að Logan, hann fer til Japan að þjálfa með hérna samúræum og verður þar í ykkur tíma og svo koma náttúrulega vandræði og bara etc. En hérna kemur rosalega spennandi sem að þetta eitthvað sem ég er búinn að vera að blæðra alveg ég og Axel erum búin að vera bara rosalega spenntur að þessu ég menna að þú veist, ef einhver ekki spenntur af Man of Steel ég eiginlega búinn að influensa því að vera svolítið svona meira spenntur já, þú veist, Man of Steel, þú veist, ég menna Superman, hann er þessi, þú veist, maður sem að, þú veist, er bara maður af öllum mönnum þú veist, fólk á frá sko 60 aldri til þú veist 20, það veit hvað Superman er og það, þú veist, á einhverju tímapunkti þá vildi það vera Superman já ég man þegar ég vildi vera Superman þegar ég var lítill með langaði rosalega mikið að vera Superman já, en hérna, já, og hoppum í næstu mynd eða? Já, förum í næstu mynd við erum búin að tala svo mikið þetta alla vikuna þannig ég held að þið vitið þetta já. En hérna, næsta mynd er hérna Star Trek Into Darkness ég hef aldrei, eins og ég sagði bara nokkrum, held bara á mánudag eða þriðjudag ég hef aldrei komist inn í Star Trek ég hef verið rosalegur svona, þú veist, Star Wars svona fanfátari en þú veist, ég hef aldrei komist í Star Trek því að þú veist, ég bara, þú veist hef aldrei verið alveg svona rosalega mikið fyrir því ég veit ekki út af hverju, en þú veist en hérna, þú veist, það sem að þú veist, þá færir þetta náttúrulega yfir til mín ég er svona, þetta er svona svolítið mitt svið ég kynnti mér þetta eins og hérna það þannig að hérna, þú veist, það náttúrulega Star Trek þættirnir sem voru já, svona gömul og góðu þeir voru svona fyrir þú veist, þá sem að þú veist, að horfa þetta frá upphæði til enda til að skilja þetta allt en þú veist, þeir eru ekki fyrir því þú veist, bara svona þú veist, þú ætla bara að koma inn og hoppa inn á einhverjum tíma þú veist, þú verður að vita alla söguna svona eins og How I Met Your Mother eða eitthvað þannig já þú veist, maður getur bara kíkt á það og þú veist, það er alltaf skemmtilegt að orfa já, en hérna þú veist, ég veit það hérna í þetta skipti þá verður meira óvinnin og hérna, þú veist, eins og að mínum að þá var Spock, mér fannst hann geðveikur og þegar Leonard Nimoy kom í Star Trek 1, mér fannst það að vera æði, þú veist, láta hann kom með svona sitt comeback að þessu en hérna kemur næsta mynd, ég meina Thor, The Dark Þrumuguðinn Thor þú veist, þessi ég veit að litli frænd minn, hann elskar Thor ég meina, ég man í afmæluna hans hann var alveg í þannig búni þannig köku, þú veist, það var algjör uppáldið hans þegar ég sá Thor myndina, ég fór á hana í bíó ég ekki hvað langt síðan en ég var rosalega sáttur með hana þetta var, þú veist, þetta var mynd sem að ég held að ætti að vera svona ekki það skemmtileg en hún var mjög góð en hérna, þú veist mér fannst Thor 1 vera brjálæðislega góð og svo þegar hann kom í Avengers mér fannst Avengers vera betri en Thor já, Avengers, þú veist, það er ég meina, þú veist, það eru bara allir í þessu Hulk, Iron Man, Hawkeye Thor og hérna bróður hans Thor Loki já, Loki gríska goðafræði maður, hefur ekki lært í skóla eða en hérna, ef við förum að eitt af mínum finnist dæmi þegar Hulk og Thor stóðu hlið við hlið og Hulk er með náttúrulega svona smá reyðvandamál þurfti að byrgja þetta aðeins inni standa svona eru ekki bara sáttir lemar hann í feysið, nei það var alveg drifindi partur já, og svo þegar Hulk snappaði á hérna á lokað, þetta var bara það var finnst það aðrið í myndinni og hérna sérstaklega, þú veist, ræðan sem að Loki var búinn að koma með hann bara eitthvað, ég er guð, þú getur ekkert meitt mig kemur hann ekki bara og það rykkir honum alveg 5-6 sinnum í gólfið og hann bara, þú veist, það er bara pwn in the face nákvæmlega en það var basically bara að segja got my ass en hérna, ef við förum að þessu í 7. sæti þá var það Oblivion þetta er ný mynd með tveim rosalega góðum leikurum
Tom Cruise og Morgan Freeman. Ég elska Morgan Freeman. Hann er, þú veist, hann er bara svona, allir horfa á hann sem svona bara guð eftir að sjá, hvað var það, Bruce Almighty eða ekki? Jú, þar var hann guð. Þar var hann guð og núna bara horfa allir á hann sem guð, þú veist. Hann er bara þessi, maður horfir á hann og maður er bara svona, wow, hann er ekkert smá flottur. Já, en hérna, ef við förum aðeins meira út í Oblivion, þá er sem sagt Tom Cruise, hann er aðalkarakterinn, hérna, hann er Jack Harper og hann er sem sagt dæmdur í að fara, hérna, þú veist, ég held að það sé á milli þess að fara í fangelsi eða þá að fara og skoða einhverja, hérna, fjarlæga plánetu og sjá hvort það sé eitthvað svona, eitthvað sem er eftir af greinilega eitthvað svona geimveru lífi og hérna, og það, já, ég ætlum nú ekki að vera að spoila þetta mikið fyrir ykkur þannig að en þetta verður æsi spennandi mynd. Þetta verður örugglega mjög gott, en hérna svo World War Z með Brad Pitt. Er þetta ekki svona zombie mynd eða? Ég held það nefnilega. Jú, þetta er zombie mynd. Jú. Ég held að þetta er eftir að vera algjör snill, þú veist, þetta er svona Brad Pitt að koma í comeback. Já, og plus, þú veist, öll zombien að hlaupa að þeir hversu hrættur væri, þú veist, þetta eru zombie sem að geta, þú veist, bara þau eru auðvitað að reyna, þú veist, bara éta þau upp og þau ná að hlaupa. Já, þú veist, þú þarft að hlaupa bara endalaust, þú þarft að vera með gott þol, ekkert vera feitur fyrir þetta. Og hérna, og svo Matthew Fox, hann var náttúrulega, hann var í hérna Lost og bara, ég elska hann í Lost, ég datt rosalega mikið inn í Lost, en hérna, svo hann líka í Speed Racer og hérna, hvaða myndi var hann eftir í með hann lögreglufulltrúanum, hann var vondugur, hann var mjög góður vondugur, hann var svona geðbrjálaður en samt ekki, en hérna, hvað? En við ætlum, þú veist, aðeins að fara að skella okkur í auglýsingar og eitt lag kannski. Ok, greinilega, fyrst að enginn veit en svarið. Svo við ætlum bara greinilega bara að sleppa við þetta. Nei, koma, segja okkur svarið. Ok, svarið það var Predator. Já, en hérna, svo við ætlum að, ef við kíkjum aðeins á smá auglýsingar og hérna, fyrir svo í bara næstu geturinn, ekki? Íslandsposti. Við erum komin inga aftur í Radio 97.9. Nákvæmlega, og hérna með Guðmund og Axel. Já, blessaður. En hérna, ef við förum aðeins út í næstu geturinn, þá hérna er hún svona, já, tiltölulega auðveld. Og hérna, sko, ef við að hafa það þannig að hérna, í hvaða mynd öskraði Sylvester Stallone Adrian? Þetta er svona eitthvað sem að allir, eða flest allir ætti að vita. En hérna, bara endilega ringið ef þið vitið svarið og við gefum ykkur bara þvílíkt shoutout. En hérna, í millitíðina ætlum við aðeins að fara út í myndir. Gummi, þú ert út með þetta. Við ætlum aðeins að fara yfir, það er Hobbit. Nýja Hobbit, hún er að fara að koma út 2013. Hún kemur í lok hérna 2013 og The Destination of Smog. Eftir að ég sá fyrstu Hobbit, ég er búinn að vera alveg rosalega spenntur fyrir næstu. Þú veist, þetta er svo rosalega velgerð mynd, þú veist, ég meina, þú veist, hvað sem velgerð er, þú veist, þetta er alveg, þú veist, þegar maður sá Lord of the Rings, þá var maður alveg bara, þú veist, maður bara, þú veist, jaw-dropping. Já, bara, þetta er svo ógeðslega velgerð og bara svo skemmtileg mynd. Já, en hérna, maður henda einn inn, að því við erum að, þú veist, nota svona enskuslettur, þá hérna, þá koma fyrir hjá okkur, bara núna daginn, að hérna, við vorum í íslensku tíma og kennarinn okkar, hún nota svona gömul íslensk orð. Svo þegar hún fer að hendi í eitthvað svona, þú veist, enskuslettur, þá það er svo fyndið. Hérna kemur einhver. Halló, hver er þetta? Ég heiti Kristján. Já, blessaður Kristján. Blessaður Kristján. Ertu með svarið spurningunni? Já, ég saman við svarið. Það er Rocky. Já, þetta er Rocky, maður. Vel gert. Vel gert. Shoutout til Kristján. Big shoutout. En hérna, nákvæmlega. Algjör snild. Takk hérna. Þú ert með góðan smekk. Nákvæmlega. Það vitið þetta. Góðan mál. Ef ég takk bara vel fyrir góðan þáttstokkar. Það var virkilega gaman að sjá okkur. Takk fyrir. Ok. Bye. Bye. Herru, bara hérna, nákvæmlega stórt shoutout til Kristjáns og hérna, ef við förum bara í, næstu þraut? Já. Já, Gummi, þú ert með hana. Herru,
Byrju aðeins, já, hérna kemur einn flott. Úr hvaða mynd, þetta á að vera svona pínulétt. Úr hvaða mynd var öskrað You shall not pass. Ég þarf ekki einu sinni að segja nafnið á. Við erum búin að vera, þetta basically eins og það bara, við erum búin að vera að tyggja þetta onni í ykkur. Þetta er að verða óöðvöld. En hérna, ég þá að spája enda á svolítið erfiðu. En hérna við ætlum allavega að fara í gegnum nokkra myndir. Síðan, hérna kemur eitthvað svona rosalega svona skemmtlegt og skröðlegt. Jurassic Park 3D. Þú veist, ég meina ef einhverjum finnst gaman af, þú veist, hérna risaðalum, þá, þú veist, finnst manni Jurassic Park hérna skemmtilegt, en þú veist Jurassic Park 3D. Já, þú veist, hún er að fara að koma út í 3D á 2013. Þetta var gott, bara í 2D, en svo þegar þetta kemur í 3D, maður bara mindblown. Svo hún hérna, Jenna Marbles kemur bara En hérna, svo ef við förum aðeins lengra, Jack the Giant Slayer. Hvað myndi það? Ég hef ekki meint, þú veist, hérna ekki hana. Ég hef ekki heldur, ég held að það sé hérna, þú veist, eitthvað er að vísa í hérna Jóa á baunagrassið. Já, ég held það. Og hérna, en sko, þetta myndin basically það að hérna það búið að vera svona mikið stríð á milli manna og þegar hérna, þegar Jack eða Jói, ungur bóndi fyrir að berjast fyrir sitt fyrir sitt hérna konungsríki og bara fyrir prinsessuna, og hérna þá náttúrulega kaupir hann baunagrassið eða baunirnar og gerir baunagrassið og þannig verður eitthvað þvílíkt ævintýri. Já, þú veist, ég held að ég verður pínu spenntur fyrir þessu, þú veist, meðanst alltaf gaman af þessu þegar ég var lítill. Já, og hérna, og sko, svo hann náttúrulega sko eins og bara Die Hard, við erum búin að vera að fara ekki að mikið. Já, við erum búin að fara yfir það. Við erum búin að fara, en hérna The Last Stand, við erum líka búin að fara yfir það. The Last Stand, ef við ekki að förum aðeins betri í hana, mér finnst hún eitthvað svo þvíli. Hvað segir þú? Förum pínu í hana, þetta er, þú veist, Johnny Knoxville og Arnold Schwarzenegger, ég er spenntur fyrir henni. Sko, þú veist, hún er komin út, ég er ekki búin að sjá hana, svo. Nei, ég er heldur ekki búin að sjá hana, og hérna, þú veist, það er svolítið ótrúlega, og með það, við erum nördahotnum, við erum ekki búin að sjá þessa mynd. Já, þú veist, þetta er Arnold Schwarzenegger og maður sér á pósterinum, þú veist, hann með machine gun. Hann með eitthvað þvílíka byssu, maður. Þú veist, ég verð alveg til í að sjá hana, sko. Ég ætti kannski að fara að kíkja á hana þegar ég kem heim eða eitthvað henni. Já, en hérna, bara á hana. Já, sko, hvað, þetta er hvern sem að sheriff. Svona löggustjóra, basically. Já, löggustjóra. Og hérna, hann er að vernda borginni sína, bara. Og já, þetta er eiginlega einu sem við veitum. En hérna, svo við förum aðeins út í aðra mynd, Red 2. Ég er ekki búinn að sjá Red. Þið fyrirgefðu ekki, þú veist, með mig. Ég er búinn að sjá Red og þetta er eitthvað svona, þú veist, þetta er svona mynd sem sýnir það að það er svalt að vera gamall. Já. Og hérna, sýnir það bara gamla fólki hefur þetta ennþá. Ég meina Bruce Willis, hann er bara... Bruce Willis er ekki það gamall en ég meina, þú veist. En hann er samt, þú veist, bara fallegasta sem er bara búið að koma, þú veist. Hann er, þú veist, Bruce Willis, John McClane, þú veist, allir þekki hann. Já, og hérna, ef við tölum aðeins um það, þá hérna bætist nýja leikara við, meðal hans Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, pældu í þessu. Já. Hannibal Lecter, þetta er bara, fyrir mér er þetta bara guð. Og svo eins og John Malkovich og hérna Helen Mirren, mér varst hún að geðveik. Já. En hérna, þú veist, þetta er basically svona fólk sem er komið á ellilífeyrinn, komið á eftirlaun og hérna, og það er verið að fara svona aðeins á eftir þeim. En hérna, hvað, Gummi, ætlar þú að koma með næsta? Já, hérna kemur 300, Rise of an Empire. Hvað, er það ekki bara, þú veist, 300? Jú, þetta er 300 sko, þetta er bara nýjasta 300, en hérna... Vist, hvað er að fara samt að fara í eitthvað aðra 300 mynd, þú veist? Sko, þú veist, að því að þeir hljóta náttúrulega, það hljóta náttúrulega að vera góð ástæða fyrir, að því að, sko, 300 var náttúrulega bara pökkuð af blóði og bara baráttu, þannig að þeir hljóta að reyna að gera betur. Ef þeir gera ekki betur þá þeir, svona nokkuð að eyðileggja seríuna að mínum mati. Já, þetta er ekki sería. 300 var rosalega góð. 300 er bara geðveik, hún verður alltaf geðveik, en hérna... Svo, sko, svo er næsta mynd, Sin City.
Sin City. Ég ekki Sin City svona svartkvít eða? Já, jú, hún svartkvítu. Jú, hérna, ég sá fyrstu Sin City, þetta með hérna nýjasta myndinu með, sko, Jessica Alba, Mickey Rourke, Rosario Dawson, Michael Madsen. En hérna, sko, ég fattaði ekki fyrstu Sin City. Það eitthvað sem að ég var ekki... Bara svona eftir að svona fatta alveg. En hérna, Gangster Squad. Gangster Squad. Ég meina Sean Penn. Mér finnst, sko, Sean Penn. Ryan Gosling, Emma Stone. Og hérna... Og margt, mikið fleiri af fólki. Og Josh Brolin, ég elska Josh Brolin. Sérstaklega, þú veist, eins og þegar hann var í hérna Men in Black 3. Hi, you know my name. Mér fannst það var ekki þetta. Hann var svona miklu skræk. Hann svona, að vissu leyti, þá hann líkur Tommy Lee Jones. Já. Svona að vissu leyti. En hérna, svo við förum aðeins út í aðra mynd. G.I. Joe Revelation. G.I. Joe. Þú veist, nákvæmlega, ekki nóg með það lítið strákar hafa verið að leika með G.I. Joe þegar ég voru krakkar sem náttúrulega komin á 10-aldur sem núna. En hérna, það búið að koma ein mynd. Hún skaraði þvílíkt fram úr. Það að koma önnur. Og ekki nóg með það að hún sé pökkuð með Bruce Willis, Dwayne Johnson. Þetta bara, þú veist, The Rock. Ég meina, herru, fallegt. Ertu búin að kíkja á nafnið á honum í myndinni? Roadblock. Þetta er svo fyndið, sko. Samt, þú veist, hérna, og eins og Snake Eyes. Veistu hvað leikur Snake Eyes? Ray Park, held ég. Já, jú, Ray Park. Hérna, hann leik Darth Maul og þú veist, gerði svona, hann er þjálfaður í, held ég, hérna, sjálfsvörn, eða, þú veist, öllu þessu. Og hérna, já, hvað? En þetta bara þvílíkt. Ætlaði þú ekki að koma með svona eina seinustu svona... Seinustu, jú, hérna... Hvað heit það? Spurninguna. Já, spurningin. Jú, hérna, sko... Hvað ætlar hún að vera? Sko, hérna, við förum aðeins út í það. Í hvaða mynd var það, hérna... It doesn't matter if you win by an inch or a mile. Winning is winning. Ef þið getið komið, þetta að mínu mati, þá væri þetta mjög erfitt ef ég væri, hérna, ef ég væri byrjandi í þessu. En hérna, endilega hringi í okkur, komið með svörin og hérna, við gefum ykkur stórt shoutout. En hérna, bara enn og aftur. Doesn't matter if you win by an inch or a mile. Winning is winning. Þetta hérna, þetta bara brjálun. En hérna, ef við ekki bara, Gummi. Við ætlum bara að byrja að fara að segja bæði við ykkur. Já, tíminn er búinn. Næsti hópur byrjaðar að koma hingað inn. Nákvæmlega, herru, við verum hérna sýnist á morgun. Ef ekki bara komum getur hann á morgun. Já. Jú, nákvæmlega, munið þetta, processið þetta og ef þið vitið þetta, endilega hringi í okkur. En við vildum bara, þú veist, byrja að fara í eitt annað lag og við ætlum að klára þetta góðu lagi. Bye bye. Velkomin tilbaka. Ég var bara að segja eitt góðan brandara og það er ennþá í hláturskasti. Ég sagði það fyrir töflugum. En mikil skelfing greip sig í 3 borgum í Rússlandi í gær. Það var þarna sprengingar upp í himnum. Gettu af hverju? Það var sprengjaði flugvél. Nei, það voru loftsteinar sem voru að fara niður. Loftsteinar? Og 400 mann sem hefur slasast. Það er drullu cool eitthvað í loftsteinar og detta niður. Ég var til í að vera á svona. Það er bara, þú veist, taka hann og þú veist, kannski verið supermátt. Supermátt? Kraft. Bara að geta flogið eða eitthvað. Er það þinn draumur? Það er minn draumur. Það er planið, framtíðarplanið. Framtíðarplanið? Framtíðarplanið mitt er að vinja Nei, heyrðu, 500 manns. Vá. Strákaði. Stóður, en það 11 ára strákur í Japan sem framdi sjálfsvíg í Japan, já, kannu segja það, með það að kasta sér fyrir lest. Með þessu vildi drengurinn mótmæla því að loka eigi skólanum sem hann gengur í. Ef það ætti að loka skólanum ykkar, myndið þið þá kasta ykkur fyrir lest? Ég veit ekki hvað myndi gera. Ég veit náttúrulega. Allan ekki það, sko. Það er svo erfitt að vera án ykkar, þannig að... Já. Ég myndi líka. Ef ég myndi deyja, myndi allir deyja. Mér finnst sakna hann svo mikið. Já.
Ekki Pálmi. Ef þú vilt. Takk. En ætlum við svo að ringja einhvern rappara? Já, Tútrú. Sem í skólanum? Tútrú, við megum ekki bera nafni en við megum ekki segja hvað hann heitir. En Adam Tútrú, hann er rappari og hann rappar lög sem eru til. Ekki þú veist eins og ég sem þau sjálfur og... Þú ætti kannski að setja rapplagið þitt á, Pálmi? Það er búið að vera á og ég sagði í þættinu mínum að það kemur aðeins einu sinni og það var þá. En að taka það bara live? Nei, og svo líka svo kannski búið til myndband og þá fer þetta inn á Facebook og þá megi ég læka fyrir Pálma. En ef við ekki að fara í íþróttafréttir? Jú, hvernig verður það? Ég veit samt ekki. Gabriel? Já, ég veit hvað fótt en ég veit að Liverpool tappa mútið Zenit í gær mútið Zenit Petersburg í Rússlandi allavega 2-0. Ég sá smá leiknum Liverpool hefði alveg getað unnið leikinn, hefði bara nýtt færin en Suárez bara reyndi og mikið að vera eitthvað að bara eins og þetta halda að ætla að vera bara hann var ósvalur. Já, hann vildi vera ósvalur. Herri já, svo vann Tottenham Lyon 2-1 í stórkostlegum leik í Evrópudeildinni í gær. Heppnir. 2 mörk frá Gareth Bale, bæði beint úr aukaspyrnu og svo ruglflott mark frá manni í Lyon sem ég man ekki hvað heitir. Hann skoraði 35 metra færi. Hann skoraði í hornin á vítategnum. Nei, ég er að meina Bale. Bale, já, hann skoraði 35 metra færi í aukaspyrnu og svo aukaspyrnu rétt fyrir vítateg. Þetta var rosalega leikur. Ég horfði á restina af leiknum. Þetta var bara sjúkt, sko. Komum bæði mörkunum seinni hálfleik? Nei. En hvað leikur? Var það í gæra hinn sem eitthvað... Real Madrid. Það var í fyrrakvöld. Real Madrid United, það var fyrrakvöld og hann var mjög skemmtilegur, sko. Horfðu á hann? Já. Óli horfði á hann. Ég horfði á hann. Það var 1-1 í afturblí. Geðveikur leikur. Já, ég sá hann ekki, ég get ekki verið. Ég horfði á hann, þeir voru bara heppnir Real Madrid. Út af því hann var pölsi að deyta út í marki og hann varð á línu. Og svo líka dómarinn bara með bípan upp í raskatinu. Já. Nei, hann upp í bípanum. Meina það. Tók hann ekki svo hotnið af manni og hann jú, það var bara hotn og hann sagði bara nei og flautaði leikinn af. Þá var United mjög pirraðir og þá kom sjúkrabíllinn og sagði hæ. Já, meinar. Já, Pálmi. Ég jók. Þið voru að trúa svo, ekki? Já, en já, heyrðu, ef ekki bara Æ, og hafa smá kósí tónlist, hvernig er það? Fá Coldplay og... En bara mig vera anda. Nei, það er svo pirrandi, Pálmi. Okay. En Gabriel, hvernig vildið þú fá? Robbie Williams. Þú vilt alltaf fá hann. Já. Rosa sæti svipur að Gabriel. Ég veit. Hann að reyna að vera eins og Sólveig. Sólveig, hver er Sólveig? Sólveig, konan, já, Sólveig kennari. Konan. En skellum okkur í eitt lag. Já, Jó, okkur ískra svona. Herri, það er kannski að því ég er með síma minn hérna. Já, farðu það fram. Já, kannski er það fólk minn. Ískra líka við ykkur. Herri, mér langaði bara að segja að Gabriel og Óli voru að borða úlna muffins. Já. Það stóð hérna, sko, 13. annar og hún keypti þetta í dag. Hvað keypti þetta, sagður? Í Netto. Netto. Og hvað, maður var að skoða hvað stendur samt. Hringjum í tinnu. Já, látum hann að kvarta. Herðu, ég er með brjálaða staðreyndir út af þú sturlaða staðreyndir og allir með það. Það er brjálaða þess að? Nei, herru. Klikkar? Nei. Í humar, eða rækjum, þá er hjartað í hausnum á honum. Þetta var í gær. Það veit þetta allir. Ok. En eitt hérna út að vera með allir með heyrnartól. Ok. Ef þú ert með heyrnartól í klukkutíma, þá hækkar bakteríunar, gerlanir í eyranu með 700
En það örugglega bara með svona heyrnartól sem fara inn í eyrun. Nei. Oj, bara. Og kveikjari var fundinn á undan hvað er það? Eldspýtum. Og heitt vatn. Það er þyngra heldur en kalt vatn. Það vissi það allir. Þormóður er búin að gera tilraunir á því. En vissu að tómatsósa var seld 1830 sem lyf. Nei, Sóley, ert þú ekki heilsuhraust? Jú, vissir þetta er svona hress. Bara sem ekki að tómatsósa. Já, og líka Herru, hérna er eitt. Krókódílar geta ekki stungið út þessu tungunni. Nei, Þórhildur sagði mér það. Og líka, þegar þú fæðist, þá ertu með 300 bein, en þegar þú ert orðin fullorðin, þá ertu bara með 106 bein, þannig. Hæ? Já. 206 minna. Og ég með meira. Og kolkrabbi, ef það verður mjög svangt, þá étur það sína eigin hendi. Kýr, þær geta labbað upp stigann, ekki niður. Þetta var líka gerð. En ef þið voru ekki gerð. Ég sé það ekki fyrir mér. Kú verður að labba niður stiga. Og líka flamingofuglar, þeir eru sofandi á meðan þegar þau eru standandi. Þetta er vitlaust. Geta þær þá? Nei. Þau sofa standandi. Vitlaust orða hér. Eins og hnén beigjast í öfuga átt hjá þeim, flamingó. Og allir hvítbirnir eru vinstri enda, þú veist, þau eru örfendir. Já. Það er bömmir, sko. Og það er aðeins svona. Óli, ertu ísbjörn? Ertu ísbjörn? Kannski. Já, og í Kentucky, þar sem Kentucky var fundið upp, sem kjúklingurinn er, þá þurfa allavega samkvæmt lögum að fara í bað einu sinni ári. Samkvæmt lögum? Sem svo ef það er vond lykt af einhverjum, getur þú þá bara kært hann og hent honum í bað? Það ferð í bað? Ef þú ferð í bað? Nei, ferð ekki í bað. Já, ég er að tala um það. Og líka það er eitt hérna, í Georgíu eða hvað sem maður segir, þá er það bannað fyrir hænur að labba yfir brauð. Þú veist, já. Er það þá bara að setja þér í fangelsi? Já. Já, Svo eru manneskja að meðaltali hlær 15 sinnum á dag. Er það ekki gett lítið? Ok, bíddu. Ég ætla að betta. Er eitt ha, er það eitt látur? Er það verið að tala um eitt láturskast? Eitt láturskast. Og herru, það er þetta líka að fyrir hann Bill Gates, hann svo ríkur, ef hann missir $100 í jörðina, já, þá maður tekur því ekki fyrir að sækja hann út af því að þegar hann beygir sig niður, þá er það komið $100. Þú veist það? Var þetta nefnt? Já. Og líka í Tókíó þá er hjól sem fyrir hraðar heldur en þá er þetta hjóla lengra heldur en bílar, eða þú veist hjólar koma hraðar á staðinn heldur en bílar. Já, þið fattu mig. Við skynjum þig. Við skynjum þig. Og í Las Vegas þá er engar klukkur í kasínónu og þú veist aldrei hvað klukkan er, þú veist. Svo þú veist aldrei. Já. Og hvern einasta dag þá eru 20 bankar rændir. Vá. Á hverju minnsta degi? Einasta degi. Í Ameríku þá eða bara í heiminum? Bara í heiminum. Fólk er svo creative. Hei, ég ætla að reyna að banka og þá gerur 19 í viðbót.
Og svo líka vinsalasta fyrsta nafn í heimi er Muhammed. Já, við vissum það, við vorum í spurningakeppninni. Það er Muhammad Ali, eða ekki? Nei, bara Muhammed. Muhammad Lee. Já, Muhammad Lee er algengast. Og hérna er eitthvað Kraftaverk. Einn af hverjum 230 bílum sem var gert í fyrra eru búið að stela. Vá. Og Alli er með eina staðreind sem er flott. Þeir túristar sem heimsækja Ísland, þeir ætti að vita að gefa þjórfé er talið vera móðgun. Á Íslandi? Já. Ef einhver myndi rappa upp á mér og gefa mér pening. Á ég þá að móðgast? Nei, ég myndi ekki móðgast sko. Jú, ég myndi samt móðgast út af þú veist, það er verið að segja okkur, þú veist, kreppu og eitthvað hannig. Eða eitthvað. Já, en heyrðu, þetta er bara... Herru, mér langar að segja eitt. Það eru bara 55% af öllum í Ameríku sem vita að sólin er stjarna. Og það eru bara 55% sem vita. Og hvað halda þér að sólin sé? Það er góð spurning. Bara... Þannig að það er 45%. Pláneta kannski, ég veit ekki. Herðu, skellum okkur í lag. Já, það ekki. Ertu með eitthvað góð sér? Ekki ég. Halló? Verið velkomin aftur. Já, halló. Ég var að hringja Sibbi skólastjóra. Sibbi skólastjóra? Hvert fór Gabriel? Gabriel horfinn og Gabriel fór að pissa. Tinna er komin. Hætti að kasta muffins formum. Nei. Eða hringja? Hringjum við Sibbi. Já, hringjum við Sibbi. Ok. Er það saman? Já, hver ætlar að spyrja hana? Á ég ekki bara að setja Sóley. Spyrjum Sólveig daginn. Jú, gera. Kemur þetta stríð, Pálmi? Hætti þessu. Mín svor. Halló. Halló. Hæ. Hæ. Þú ert núna live á Radio 97. Er ég live í útvarpi Akurskóli? Já. Það er gott. Við vorum að fá hvort við mættum spyrja einhverja spurninga. Já, ef það er í lagi þá megið ég gera það. Já, við bjökum til auðveldar spurningar sem við spyrjum Sólveigu líka. Auðveldar spurningar fyrir nýja skólastjóran? Já. Já, gott. Ok. Já. Þá ætla ég að byrja. Fullt nafn. Sigurbjörg Róbersdóttir. Og hvað ertu gömul? 44 ára, ég þurfti að hugsa mig að ég ætti afmæli í síðustu viku, 44 ára. Til hamingju. Já, til hamingju um það. Og hvað ertu há? 1,75,5. Vá. Hvað er 6 í öðru veldi? Hvað segirðu? Hvað er 6 í öðru veldi? 36. Já. Og þetta er spurning frá Pálma. Hvernig prumpaði þér síðast? Þetta var ekki ég. Pálmi, það prumpa allir 14 sinnum á dag. Ég heyrði það í útvarpinu í morgun. Að meðaltali 14 sinnum á dag. Hvenær prumpaði þú síðast, Pálmi? Ég bara var að gera þetta rétt á. Við verðum að opna glukkan bara fyrir svona 1 mínúti síðan. Já, ég trúi því alveg. Ég verði ekki að prumpa bara í bílnum á hann. Og hvernig borðar Oreo-keks? Hvernig borðar ég það? Já. Ég set það upp í munnin á mér og bíti það og svo tyggi það og kingi því. Ok, hversu margar arbegur getur þú gert? Arbegur? Enga. Velkomin í hópinn. Happi segir að ég sé mesti anti-sportisti sem hún hefði fyrir sig. Og hver er fallegasta manneskja fyrir utan maka? Börni mín. Og það var uppáhalds matur? Uppáhalds matur, andabríkur. Uppáhalds land? Hvað segirðu? Uppáhalds land? Ég verði að segja Bandaríkin held ég. Já. Og uppáhalds tónlistarmaður? Eða hljómsveit? Uppáhalds tónlistarmaður eða hljómsveit? Já. Ég bara hlusta góð mikið svona íslenskt, Valdimar og Monsters and Men og svona. Já. Og uppáhalds nemandi? Sko Pálmi borga mig fyrir að segja hann. En ég vil bara segja, ég á engar uppáhalds nemandi. Ég er búin að kenna mörg 100 nemendum. Ég er búin að vera í skóla í 20 ár og ég get ekki nefnt einn.
Fyrir utan Gabriel. Ég er ekki svo rosalega marga. Þannig að það er ég. Gabriel borgar ekki nóg. Já. Gabriel borgar ekki nóg. Haha. En hver er uppáhalds samstarfsmaður þinn? Það eru allir mjög góðir í Akurskóla. Það er mjög gaman að vinna í Akurskóla. En hérna nánast samstarfsmaður minni Bryndís og við vinnum mest saman. Þannig að hún er kannski uppáhalds núna. Ok. Og þá er það þetta er hitt. Og það er Pálmi eða Þetta er hitt? Já, annarkvort Pálmi eða Gabriel. Þetta er nú óréttláta spurningar. Nei, hver er bara búinn að koma oftar upp til þín? Já, Pálmi. Já! Þannig ég vann þetta. Hann er fastagestur. Ég er með klippukort. Og svo er það Njarðvík eða Keflavík? Njarðvík. Nei. Keflavík. Njarðvík af því að ég fæddist í Njarðvík og ólst upp í Njarðvík. Mér líst vel á Ég er búin að búa lengur í Keflavík núna og starfa í íþróttafélaginu Keflavík en það er samt alltaf Njarðvík sko alveg inn við beinið sko. Já. Og þá er að loka spurningin og vonum að velja rétt svar. Það er Akurskóli eða Heiðaskóli? Sjálfsögðu Akurskóli. Já! Auðvitað! Ég er búin að segja ykkur, þið eru snillingar. Já, heyrðu. Hvað útskipta nefndur svona, hvað árgangu finnst ykkur skemmtilega, hérna hjá, eða 10. bekkur, skemmtilegastur? Af þetta sem þú búin að kenna, svo veist. Hvað 10. bekkur finnst mér skemmtilegastur? Já, þessi sem þú búin að kenna á, svo veist. Já, vera með. Ég er búin að kenna svo rosalega mörgum, ég get ekki valið það. Já, Þið er alveg ágætt. Þið er alveg ágætt. Ég voni þetta er þá ágætt eins og þarna hjá litlu krökkunum þegar maður, þú veist, það er ekki verið ekki á 10 eða eitthvað, það er bara ágætt, mjög gott. Það var ágætt best. Já. Það var ágætt best. Yes, við erum best. Við erum best. Woo! Þá var ég búin að laga hjá ykkur hérna myndir þar á síðunni, heimasíðunni. Já, ég sá. Við vorum að skoða myndir í þetta. Já, frá Reykjaferðin okkar. Fallega myndir af Alexandri og Sóley og mér og Gabriel, bara alveg svo bróður sinn. Já, en herri, þá er þetta bara komið. Þetta með hvað er þau? Ekki Já. Ok, takk fyrir. Bye. Bye. Takk fyrir. Já, ég held að hann hefði farið fyrst. Já, ég var alveg bara, nefnt hann ekki á okkur. En ég er víst skemmtilegasti nefndin. Nei, þú færði bara svo oft. Hún þekkir þig best. Hún þekkir mig svo vel. Viltu nefna einhver dæmi, hvað sem að þið hafa farið til skólastjónast? Ok, við erum með best hérna. Það er þegar ég var hérna með kúkaspray. Og þegar ég hérna sprayaði skáp hjá einhverjum. Og við þurftum að eiga skápinn hjá Gabriel. En sem betur fyrir var ég með rakspírunum mína, þannig ég notaði það alveg. Það var ekki góð lykt. Þetta var kúkalíkt sko, þetta var kúkalíkt. Ógeðslega. Og þið megir hringja inn og segja hvað það er prakkalegsta sem þið hefur gert. Og fara upp til skólastjórans. Gabriel, hvað gerir þú daginn hann með gluggan? Já. Daginn, það var sko síðast ári. Vá, það er febrúar. Ekki daginn. Ok, já, djók, það er svolítið langt síðan. Ok, hvað gerður þau gluggan? Hann var að sýna á sér bóluna sem var á raskinninni. Ef þið sáu hann ekki. Var það ekki, Gabriel? Nei. Ó. Það var, sem sagt, já. Já. En Tinna, hefur þú gert eitthvað? Ég hef bara aldrei farið upp til skólastjórans. You're right. You're right. Ég er ekki að tjóka. You're right. You're right. Ekki verið. En Óli? Hæ? Hættum að tyggja tyggjóið þitt. Nei. Eða mitt. Fuck the system. Ég er ekkert með tyggjó, ég er bara að fekja þetta. Já. Hefur þið farið til skólastjórans, Óli? Nei. Jú. Víst daginn ég sá þið farið upp. Þú ert strákur? Strákur? Og hvað, ertu að gera, minna eitthvað illt með það sem strákur að stelpa? Hæ? Er það bara strákar? Það er bara strákar sem eru vondir. Það er algengt. Þú eru fordómar eða? Þið eru fordómar.is. Þið eru með það mikla stæla. Mér finnst þetta ekki eins og þú finnst. Stæla? Talk to him. Ég þarf bara að fara að æla. Sælar! Kemur innri rappari Pálma?
Herru. Já, ég ætla að segja pínu Dóná. Það má ekki útvarpi. Ég ætla að segja ekki fappa, ég er að rappa. Heyrðu þetta nokkuð? Jú, þetta heyrðist, Pálmi. Yeah! Talandi róleg. Ó, heyrðu, ætlum við ekki að hlusta á þetta lag? Sæll, hvað með brá? Tinna er farin. Tinna er farin. Bye, Tinna. Já. Takk fyrir að styðja okkur. Takk fyrir. Þið megið hring, er einhver að hringin, Alli? Nei. Engin, já, herru, númer okkar er 490-0197. Já, 49-00-197. Það er lélegt, 490-0197. Þú vilt hafa þetta auðvelt. Þetta var auðvelt. 400-197. Nei, þú myndir 9, þú glemdi 9. 49-00-197. Varst að springa bólu? Er þetta að hringi eitthvað? Halló? Lækka útvarpinu. Svo tölunni. Halló. Halló. Er það Halló. Halló. Er Óli í hana? Já. Blessaði, hver er þetta? Þetta er eitthvað Markus. Hættum. Ég heiti Andri. Ó, hæ Andri. Hvað Hæ Pálmi. Hæ. Er þetta Andri sem ég þekki? Hver er það? Þekkir þú Pálóra? Þú var að lækka þessi útvarpinu. Lækka meira útvarpinu. Ég er með slöktaði, sko. Ó. Hvað? Ég meina satt hvað við erum að segja. Þetta er tæknin. Já. Ó. Þetta er frábært þáttur hjá okkur. Ég veit. Þetta er klikkað staðreyndir og klikkað skólastjóri og klikkað Pálmi. Biti, hvað Andri er þetta? Fullt nafn. Halló. Halló. Hvað Andri er þetta? Ég heiti Andri, Óli veit hver ég er. Hvað sagðir þið? Óli veit ekki hver þú ert, þú verður að segja. Ertu Andri, þekkir þú Pálóra? Hæ? Þekkir þú Pálóra? Pálóri, hver er það? Það er... Hver ert þú? Já, hvað er það? Ég heiti Andri og ég er Holtaskóla, þú veist, halló. Ó, já, sá Andri. Sá Andri sem tekur alltaf myndir. Óli, ekki kveikja pjörinu það. Já, núna fatta ég. Hvað er að prakkalegsta sem þú hefur gert? Hæ? Hvað er að prakkalegsta sem þú hefur gert? Ó, hvað ég fatta þetta ekki neitt. Ég heyri ekki neitt í ykkur, sko. Hvað er það prakkalegasta sem þú hefur gert? Þú verður að lækka í útvarpinu bak við þig. Nei, það er ekki, hann hefur slökkt á þig. Nei, veitu hvað er þetta þá? Þetta er eitthvað Alexander að klúru svolítið. Og ég er öruglega, sko, prakkalegsta sem ég hef gert, það er svona... Ekki neitt, ég hef aldrei fætt í skólastuna. Ok, takk fyrir að segja okkur frá þessu. Þú hefur ekkert þarna nema bara, þú veist, eitt tíma og nokkur pína, eitt okkar tíma pínu. En það var gaman að tala við, Andri, það var gaman. Já, bye. Bye, þú verður að skella á. Bye. Ok, heyrðu. Eigum við ekki bara að fá að einhvern annan til þess að... Nei, heyrðu, setjum bara eitt gott lag á núna. Kemur þér á herra plan. Rag, city bitch, rag, city bitch, rag, city bitch. What's that on that beat? Rag. Pálmi var svo bara í pingpong ekki á klostinu, hvað er það? Bara að beila okkur. Veitu, ég er að reyna að koma úr peysunni. Herri, ætlum við að tala um hann vandræðalega sögur? Já. Gabriel, þú hefur örugglega eitthvað. Nei, hvað er það að byrja? Á ég að byrja? Já. Ég er með eina, sko. Ég var að spila tónleikum. Já. Í FS. Það var fullir salvar fólki, sko. Já. Ég var í tríói.
Nei, sko, ég sneri einu blaðinu vittlaust, þannig ég þurfti að stoppa í miðlagi og snúa blaðinu við fyrir framan alla. En það fattaði enginn. Fattaði enginn? Það fattaði enginn. Vó, rólega. Ég róðnaði eins og ég veit ekki hvað, sko. Ég ætla að segja einu sögu. Já. Þarna, ég var að fá nýtt ylvatt finnið. Nei. Varstu að prumpa aftur? Já. Nenna, komið opnaði glöggan. Byrjar þetta. Ég með eina vandræðilega. Já. Ég með vandræðilega sögu heimi. Hann dræfum bara. Nei, verði. Nei, ok, má ég segja. Einu sinni, þegar ég var í skóla. Varstu ekki í skóla, Gabriel? Nei, ok, leið mér klára. Þá fór ég heim með vinum mínum, ég ætla ekki að nefna það. Ok, hann heitir bara X. Ok. Og ég ætla að hafa eins og bleikt.is. Kalla hann. Það hafa eins og bleikt.is, alltaf X, ekki nafnið sko. Ok, akkur segði Jón, frekar. Ok, Jón. Hann heitir Jón, nei, tjóka. Svo þetta Jón. Og, já. Og bróður minn og bróður hans eru góð vinnir. Og við fórum eitthvað, ég ætlaði að gista hjá honum. En það gerðist eitt. Nei, ég ætlaði að gista hjá vinnum mínum. Já, og það gerðist eitt að ég gat ekki gista hjá honum. Það er því ég kúkaði í mig. Hvað varstu gaman? Ég kúkaði í mig úr hræðslu. Það var ekki gaman. Ég man enda eftir þessu, ég var í 3. bekk. Erum við að taka þetta upp? Er það Þorvaldur? Nei, ekki Þorvaldur. Er þetta ekki svona gískundalegur? Ok, þetta var Þorvaldur, ég var í 3. bekk. Varstu með varstu svona hræddur? Sko, þetta var svo þess að bróður minn og bróður hans voru rosa góð vinnir og við fórum svona Þorvaldur. Þeir fóru alltaf að bræða okkur og ég og Þorvaldur fórum slöktum á ljósinu öllu inn í herbygginu og eða stöðu bara inn í húsinu bara. Og ég kúkaði mér hræðslu þegar bróður minn bræði mér svo mikið. Ég kúkaði í mig. Það var ekki mikið, þetta var ekki mikið. Ég svona kúkaði ullaði svona. Og mér brá. Herru, það er að vera að taka þetta upp. Jæja, ég er búið með mína. Ok, Pálmi, ætlar þú að gera næst? Ok, ég var einu sinni, ég var í tjaldvagn með Gabrieli, Lúðvei, Karitas og Karinni, var ekki Karitas? Ég vann eftir því, og svo voru við, svo var hún Laufey með surprise fyrir Gabriel og þau fóru með sængin yfir og Gabriel dræfum og síðan kom bróður hennar Karinnar inn. Önnu vandræðilega sagði fyrir mig. Já, Önnu vandræðilega sagði, ég vildi bara koma inn og það var vandræðilega. Ég átti þetta myndbandi en lúðin þetta liðið nummer 1 í. En ég sagði það. Já, ég sagði það. Ég var þarna. Þannig, já. Svo var það líka, hvað, Gabriel, rólegur, dræhumba svo bara ekki Já, Gabriel mikið fyrir að dræhumba. Hann er góður í því. Já, hann og Vignir eru líka alltaf að dræhumba hvern annan. Nei, herru, Pálmi, þetta er alveg komið nóg að þessu pölli. Pálmi, ertu ekki með neitt vandræðilega sem gerðist í þig? Já, við þig. Ok, einu sinni. Ég man þegar þú pissaðir í þig. Já, ég man eftir því. Man það? Nei, ég var einu sinni, ég var í koddaslag. Já. Og þetta var alviðru eða eitthvað. Já. Og ég var í koddaslag og hún, Ingunn, hún lamdi í mig og ég fekk blóðnasur. Og það fór held ég blóð og örgulega helmingin á sængunum og allt. Nei, djók. Þetta gerði samt. Pálmi? Já. Þetta gerði samt, sko. Þetta er ekkert vandræðilegt. Jú, víst. Þetta er ekkert vandræðilegt. Ok, ég var að labba og kúkaði á mig. Nei, það er ógeðslega vandræðilegt. Ég maður það. Það er meira svona bíll að keyra fram og svo þekkir maður svona hæ, segir þetta ykkur annar maður eitthvað klóra með hausnum bara í stund. Það er ekkert minna vandræðilegt þegar einhver kemur og vinkar og þú vinkar alveg hæ og svo snýrðu við og það verður vinkar bara. Þetta gerst við um daginn, ég alveg svona dreif mig bara út. Pröfa að tala undir mikrofónin. Herru, ef þið eru vandræðilega sögu þá með ég endilega hringja inn. Á ég að segja ykkur eina? Já, hvað meina? Ég var út á Portugal og það var svona stökkbretti. Herru, þetta er skilabóð frá Haffa. Þú ert að bípast frá mæknum. Ég? Og hann heyrir eins og þú sért með hann upp í bípanum. Bípanum, er það þá the asshole? Já.
Þetta er frá En er þetta betra, spurðan? Þetta er Ég er að ekkert spyrja. betra Út af því núna er ég búin að láta hann upp þannig ég get verið mig fyrir hökuna. Ok, á ég að segja Það hefur svona andalt Farðu öll frá mæknum og ég ætla að segja upp hann og vandræðarsöguna. Ég var einu sinni á Portugal og það var stökkbreytti á sundlauginni. Dreifst ekki. Vá, ég hoppaði niður, þetta var svona svolítið hátt niður og ég misti sundskýluna og í vatninu og já. Þú veist að misti bína á þetta? Ég dreif mig bara að kafa sáttina buksunar og leið mig hverja. Þetta var geðvitt. Og var þetta mér Þú farðu lengra frá. En núna nú heyrir hann ekkert í mér. Víst heyrist ég vel. Þá þurf ég að öskra. Þetta er fínt svona. Ættu bara að anda. Það er fínt. En hvað segir ég var að hringi í Tudrú. Já. Tudrú. Þetta er ekki Adam. Þetta er ekki Adam með Ok, þetta er fínt, segir hann. Alexander ætlar að tala. Alexander ætlar að tala. Ok. Alexander. Slögt á mækinu. Halló. Er það Tudrú? Er það Adam? Nei, þetta er Tudrú. Tudrú. Rapparinn og körfuboltamæður sjálfur. Halló. Halló, er það Tudrú? Þetta er Adam. Rapparinn og körfuboltamæður sjálfur, hvað segir maður? Þú ert hérna í beinni á Radio 97. Já. Voruð þú nokkað vekkjaði gamli? Býta aðeins. Já, sæll. Halló. Halló. Blessaður. Blessaður. Herði, þú ert körfuboltamæður. Já. En þú ert líka rappari. Nei. Jú, Tudrú. Adam, við kennum þetta bara. Við höfum alveg hört þér rappa. Það veit það Við ætlum að setja á eftir pínu. Þetta er hobby sko. Við ætlum að setja á Þetta er gott lag. Leðu okkur spila. Herðu, hérna, við vorum að spá í að henda þér hraðaspurningar. Hvernig ert að fíla það? Er ekki allir konum með ógeð á hraðaspurningum? Ef við ekki bara taka venjulegar spurningar. Já. Venjulegar, ekki trætt. Þú þarft ekki að flýta þér. Já. Hann þarf vel að vera hérna til þess að taka hraðaspurningar. Taktu bara þenn tíma. Já, andaði bara eins og ég. Herri, þú var að fara lengra frá mæknum. Drú, ertu þarna? Já. Ok. Fullt nafn. Adam með Rossísson. Hvað ertu gamall? Hvað segir þið? Hvað ertu gamall? Ég er 14 ára. Og hvað ert þú hár? Hár? Ég er 1,84. Hvað er sex í öðru veldi? 36. Hvenær prumpaðirðu síðast? Ok, nota spurningarna mínar. Það veit ég ekki. Nei, Adam, svaraðu. Ég veit það ekkert. Þú veist að rapparar eiga ekkert engalíf. Sitt á fólk, allt er að fara að springa. Gabriel, best að hella mjög. Öllu glasinu sínu. Nú er allt út í Blessaður, uppáhaldsmatur. Ég veit það ekki. Eða. Uppáhaldsland. Uppáhalds. Land. Land? Já. Land? Já. Ísland. Land. Uppáhaldsljónsveit. Guns N' Roses. Ekki Army of the Pharaohs. Já, hann líka. Já. Herðu, besta bíómynd. Býðu. He Got Game. Herðu, uppáhald samnefnandi inn í skólanum. Hæ Adam. Allir. Allir, ok. Hérna, besti starfsmaður í skólanum. Svenni. Pálmi eða Gabriel? Báðir. Sóli eða Caritas? Hæ? Sóli eða Caritas? Caritas. Sóli. Caritas. Sóli. Báðir. Kitty eða Bjarmi? Banna að segja báðir. Hvað segir þið? Kitty eða Bjarmi? Banna að segja báðir. Ég get því svaraði. Vignir eða Alexander? Hæ Adam. Blessaður Drú. Við kennum þetta bara Adam. Ég veit
daginn. Ok, við nennum ekki að tala, skellt á hann. Njarðvík eða Keflavík? Keflavík. Keflavík. Keflavík, allan daginn. Keflavík. Nú grínast Já. Helt það líka. Herru, hvað er liðið þitt í hérna körfuboltanum? Hæ? Hvað er liðið þitt í körfuboltanum? Njarðvík. Já, en úti? Spurs. San Antonio Spurs. Já. Þeir eru flottir. Herru, það var gaman að tala við þig. Já, líka verið þig. Þú heldur áfram að gera stóra hluti. Að gera? Stóra hluti. Eða gera með stóra hluti. Herru, við heyrum þér. Ok. Blessaður. Bless. Settu nú að laga á meðan að við fylgja bleituna sem voru út allt. Hvernig tókst þér að gera þetta? Will do, við fáum minna lag núna. Það er ekki... Hvað? Ekki kveikt á ekki. Já. Býttu aðeins, hún er að klára að skrifa þetta niður fyrir mig. Gabriel man þetta ekkert maður. Ég man ekkert, heldur ég mun alltaf ekki svo setninga. Það er svo langt. Svo langt. Gabriel að fara að gera símaður. Gabriel er að fara að gera símaður. Bróðum minn. Gott. Er þetta fínt fyrir þig, Gabriel? Vilt þú frekar verða það? Ég bestir ekki símaður, nei. Vilt þú ekki bara taka það að þér? Viltu láta þetta í sambandi Guða? Er þetta fínt? Eða við skrifum meira? Nei, nú tókstu mig á sambandi. Ó, að ég segja að ég hafi farið? Nei, ertu ekki. Þú tókst allt úr sambandi. Allt saman, Kardas. Æ, Kardas. Snúðu hínu, er það að eina ekki það? Ég er hætt. Hei, ég heyri. Hvað? Það er búin að þetta. Tæknilegir erfiðlegar hérna. Nei. Er þetta ennþá í lag? Ok. Það er hún ekki. Nei, farið. Ok, þetta er komið aftur. Þá hringa Gab. Hvað heitir hann? Hvað heitir hann? Halló. Hann heitir Hansi og segðu þú sér að hringi öll. Það svarir enginn og það veit enginn hvað ég er. Af hverju? Er lag í gangi? Nei. Það er ekkert lag. Af hverju heyri ég ekki? Talaðu lengra frá. Pröfa að hækka í þetta. Hækka í heyrnartólunum. Er þetta betur og svona? Halló? Það heyrst þér. Talið þið? Hæ. Hæ Pálmi. Halló. Blessaður. Ok, kannski... Hvað er hann heitir? Ringdu. Skrifa niður hvað Hann heitir Hansi. Hvað varst þú að láta samband? Ég leti þetta ekki, ég tók þetta úr sambandi. Já. Nei, ekki leynunúmeri. Það eru til að láta þetta í samband fyrir mig. Það er ekki plass fyrir þetta. Jú, þarna er eitt. Hvað? Svo. Ok, fáðu hjá Ástrúsu. Það á að vera pláss fyrir 4. Fáðu hjá Ástrúsu. Shit. Ok. Ég þarf að reyna. Já, halló, er þetta Hansi? Já. Hæ, heyrðu, ég er búinn að hringja út allt. Þetta er hérna kærastinn á Sóljar og sýsti hennar, ekki? Já. Já, við vorum í gærkvöldi og við gerum það í fyrsta skipti. Fattar þú svona? Fattar þú? Við gerum það í fyrsta skipti. Fattar þú? Gerum svona dóti. Það er Dótó. Og hún sagðist alltaf að skreppa eins. Hún hvarf. Við finnum hann enginn. Það finnur hann enginn. Hún er bara týnd. Ok. Ég veit ekki hvað ég gera. Nei, ég veit ekki hvað ég get gert, sko. Ekki, ég næ ekki svona mömmu hans eða pappa hans eða neitt, sko. Mömmu hennar, eða pappa hennar. Pappa hvers? Sóleyjar. Ég næ ekkert. Ég veit ekki hvað ég gera. Ertu að það? Hansi? Ég hef nú skellt á. Hann skellt á. Skellti á. Dóra, ég má hringja aftur. Hringdu aftur. Hringdu aftur. Hann bara vissi ekki hvað það bara ekki. Já, ok. Hringdu aftur. Ef við ekki að hringja bara í hann og láta vita það? Jú. Ég kæfti af mig bara. Þannig veit ekki sýla. Dótó, Gabriel, virkilega. Herru,
erum að, já, við erum að tala. Já. Og þú varst tekin. Illa. Sorry. Ég held að hún hafi ekki fundist þetta fyndið. Mér varst að fyndina það ég var að stýra. Hvað sagði hann? Hann að lífa bara hrættur. Var hann hrættur? Já. Ég var að setja eitt lag. Já, setjum mitt lag. Mæti. Góðan daginn. Þið eru að hlusta Veldi á Radio 97. Við erum Tinna og Laufi. Restin kemur á eftir. Benni verður reyndar ekki með okkur í dag því miður. En Anda kemur ekki fyrir eftir korter. Því miður. Við ætlum að vera með geðveika dagskrá í dag. Við ætlum að taka viðtal við Valþór a.k.a. DJ Wally P. Já, rétt. Og við verum að tala við erum með mörg umræfni hérna. Já. Mjög góð. Og ætlar þú að samférs? Já, ég er að pæla að fara. A.k.a. sleikférs, a.k.a. samfestingur. Já, hvað er það? Ég skil ekki eitthvað að vera að skýra þetta samfesting og því meikar engan sens. Nei, ekki sko. En þú veist, samférs náttúrulega hefur bara verið nafni á ballinu frá bara upphæðu. Já, það er enginn sem maður getur eitthvað breytt í, bara allt í einu bara eitthvað. Já, af hverju var samt breytt þetta í samfesting? Ég er ekki alveg viss sko. Mér finnst þetta bara, mér finnst þetta ekki passa. Nei. Þetta er eitthvað svo kjánalegt. Já. Katras er hérna með okkur. Katras. Hei, ég er hérna líka. Já, líka Sóley. Halló. Katras með headphone, þú varst ekki með fyrir með headphone á hausnum að þér. Fyrir ekki að ég skal setja það. Hafið eitthvað að segja samférs eða? Meinar samfestingurinn? Já. Ég vissi ekki hvað það var fyrst, ég var bara samfestingurinn. Hvað er það? Já. Meikar ekki sens. Nei. Já, gjör svo. Mér fannst alveg ágætt, samt svolítið svona skítið ball. Já, svolítið svona og svolítið sveitt ball. Já, ég þekki hérna konu sem var að þrífa balli og hann smokk af hana. Og notaði. Já, var það ekki einhver sem... Hún vildi ekki segja mér það. Já, það var eitthvað sem hann fannst notaði smokkur á gólfinu. Það er ekki sérstaklega smekklegt sko. Já, ég hef heyrt sko dömur sem missa meitdóminn sinni þar. Já, þú veist hversu ógeðslegt á bara á miðju dansskólinu bara. En ég er að pæla þú veist hvernig, er hún bara í pilsunni og er hún ekki í nærbuxum eða? Þetta er já, það var bara ég veit ekki. En það var einhver að segja að það hefði gerst, hvað var það í fyrra? Að þeir voru bara annað miðju dansskólinu. Já, það var líka eitthvað sem hann byrjaði bara, tók bara einhverja gælu niður og bara klæddi hann úr buxunum og þú veist, hún lá bara á gólfinu og bara, já. Réðst hann bara á hana? Já. Nei, herri, ef að foreldrarnir er að hlusta, þá skal ég lofa, ég skal aldrei gera svona fyrir samfætt, það er samt gaman. Já, við sleppum allir þessu. Sorry mamma, ekki sleppa að lega bara að fara. Mamma, ertu kannski til að borga miðan handa mér? Þetta er mjög sveitt og mjög heitt. Já, ég gerði þau mistök að fara í hérna ermakjól fyrra. Já, ég var ekki með einhvern risastan sveitabrett en ég var með sveitabrett. En ég var svo heppin að ég er með sítt hár þannig ég faldi það bara. En það er samt ennþá óþægilega að vera ekki neinu þannig að fólk er að rekast utan í mann. Já. Það er ógeðslegt. Það fer svo mikið undir handakrikuna á fólki. Já, þegar maður festir hárið í handakrikuna. Já, það er ógeðslegt. Það var alltaf að gerast með hálsinn. Já, það er svo ógeðslegt. Já, hálsinn. Og líka þegar fólk kemur að þurrka bara svitanum í mann, maður er bara oi. Já, tekur það svona af enninu og í mann. Eða strákar sem er að sveifla hárinu eins og einn hérna. Já. Og kemur allt á. Guðrún kennari, hún var á samfélagsinu sinni. Hún var einu sinni eilingur. Var neins ung? Hún var einu sinni ung. ASAP. Hún er samt að það frekar ung. Já, hún er mjög ung. Hún var held ég held að það var hún sem var í ermakjól líka. Og hún svitnaði, þannig hún skvetti bara vatni yfir sig alla. Já, það segja okkur. Og það er svona sniðu. Já, en það kom einhver svona við hana og var alveg, hvað sveitt. Það var bara svona sveitt allstar. Og niðurlægingarleg. Sniðt en samt ekki. Hún var svona að vinna á samfélags í fyrra. Já. Eisafgjallan, svo byrjaði hann að vinna í skólanum. Já, ég hitt hana fyrst á samfélags og svo byrjaði hann að kenna hver. Við kölluðum hann alltaf, ég Sóley og Karl, svo kölluðum hann alltaf Eisafgjallan. Eisaf. Og það hún sagði alltaf Eisaf í rútunni. Make sense. Varst þú með okkur í rútu þegar hann að glugginn, þakglugginn opnaði? Já, það var svo creepy úti, maður bara rigning á alla inni. Já. Hérna, þegar ég var
sáu þið á Samfés, ég var fyrst að dansa á Samfés, what? Nei. Ég var að dansa, já, og svo Afsakað. Já, ég leit bara svona til hliðar og þá sá ég gaur sem var bara svona á 4 fótum og þá stelpa sem stóð á honum og svo vinur þessi sleikuð hana. Já, ég sá myndina af því. Það var ófindið. Friendzone. En svo sá ég mynda á Facebook og þá kommentaði hann hérna, þú veist, út af hann hefði spurt stelpuna hérna, þú veist, viltu bara sleika vinn minn? Þú veist, er mjög fræg lína á Samfés og hún sagði nei, ég er svo lítil, nei, hann er svo stór. Þá kom hann og fór á 4 fætur. Það er svo ógeðslega krúttlegt. En það þegar kemur einhver ógeðslega sætur strákur kannski til ykkar og alveg, viltu koma í sleik við vinn minn? Og það maður er bara nei. Og síðan líka þegar spurt hvort þú viltu fara í sleik við vinkonu þína. Já, það kom ekki, viltu fara í sleik við minn? Það var ótrúlega sætur gaur sem sagði við mig fyrir að viltu koma í sleik við vinn minn og sýndi mér hann og ég alveg bara hann er þú fyrir 1000 kall. Hann var tilbúin að borga, sko. Já. Gerðu það? Hann hefur greinilega verið mjög ljótur. Hann var alltaf En pældi svona dýri, þú vildir ekki fara í sleik við hann, kannski svo eftir þú veist 5 ár, þannig bara geðveikt heitur. Já, pældi því. Eins og gaurinn í Harry Potter, hafið þið séð hana litli, feiti? Já, Neville. Hann var hann ótrúlega sætur í dag. Hann var ógeðslega ljótur, hann var svona gett lúðalegur. Já, en hann var samt, hann var með gervitennur, gervieyru og ég var í óstórum skóm. Það var sett á hann. Neville í Harry Potter. Já, ok, þannig að hann var ekkert með svona skakatennur. Ég ætla að googla hann. Þannig að þetta var allt bara fyrir myndum. Ok, hann er samt alveg mjög heitur. Já. Neville. Það er samt á Samfés. Mér finnst alltaf ósmekklegt að fara í sleik á Samfés af því að já, það er, já. Maður veit aldrei hverjum þau hafa verið með. Já, eins og hérna, gerstu atvik við frænku mína. Hún, þú veist, þetta var ekki Samfés, en það er sjúkt, þú veist, það er eitthvað svona veikindi sem þú getur fengið. Já. Og hérna bakteríuna berast í gegnum slef. Oj. Og þú veist, þú þarfst að vera veikur fyrir til að geta verið gett veikur á þessu. Já. Oj. Hún misti af öllu prófunum og Bömmar. Bara að fá þess að veikja og síkja alla. Já, þetta var samtalið, hún fór því til lækni til mömmu sinni. Alveg, já, þú ert með þetta. Og hún, já, hvernig sem veit þetta? Já, gegnum slef. Gett vandræðilegt að hún hafi. Þessu gaur. Kallast engirningssótt. Já. Engirningssótt, eitthvað svoleiðis. Já, takk Birgir. Já, þetta maður sjata þetta til Magnús. Já, Maggi hann ætlar að slá metið á Samfés í að kissa margar. Hvað er það versta sem það heyrst? Stelpur, passi ykkur á hann, Maggi Dan. Ég veit ekki hvort þetta er satt, en það var stelpa sem sagði við mig að hún væri kissa 90 gaura. Bye, Pálmi. Það getur ekki verið rétt. Ég getur ekki verið rétt. Það var svona einhver í rútun okkar sem kisti 40 eitthvað. Já, ég er enda að trúi því. En 90, það var gæla sem var hérna í skólan. Já. Ég ætla samt að vara ykkur alla stelpur við því að það kemur líklega til strákur, hann er ljósarður og er alveg svo Cody Simpson, passi ykkur á honum. Já. Hann heitir Maggi Dan. Já. Ó, já. Við vorum að skoða nafnið. En annars, maður sjá, hvað eru meira með á dagskránni? Já. Æst. Þetta er svaka dagskrá. Eigum við kannski að taka hraðspurningar á Sóley? Já, tökum Sóley hraðspurningar. Það er enginn að taka mér hraðspurningar. Spenná. Þú ready? Já. Te eða kaffi? Te. Hvað færið þér í morgunmat? Kornflakes. Hvort klæðir þið fyrst í hægri eða vinstri sokkin? Hægri. Hvenær fer oftast að sofa? 1 lítið. Hvað færið þér á pítsu? Skinku. Uppáhaldsmynd? Fyrst sem kom upp í hjóna Drive. Hvað ætlar að gera áður en deyrð? Farið fallega stökk. Uppáhalds fatabúð, það segja allir. Er það? Já. Uppáhalds fatabúð, fór 21 örgla. Akkur er himnin blár? Ég veit það ekki. Já. Má ég skjóta inn í? Já. Það er þetta geislum. Já, það er allir geislasólarinn að beigja snum blár. Ég kom inn í helgafrí, takk. Seriós eða kornflakes? Kornflakes. Uppáhalds kaka? Súkkulaði kaka. Hálf fullt eða hálf tómt? Hálf fullt. Te, ertu mikil temanneskja? Já. Ég hérna Gardas líka og Laufey. Já. Elskar te. Mér finnst te gott sko. Ég fór í einhverja geðveika tebúð út í New York og ég var bara, þetta er svona eins og Christmasina köp. Það er samt svona. Fórstu ekki hérna Hæ Pálmi. Hann er að opna gluggan. Já, afsakið þetta. Ég hérna, fórstu ekki á kaffehúsi sem Friends voru á? Nei, ég fór í hana kaffehúsi Magnolia Bakery þar sem Sex and the City voru. Já. Og ég elska þættina. Og það er ótrúlega góð. Hver er uppáhaldspersónan ykkar í Sex and the City? Carrie. Nei, mín er hana dökkari gælan, ég man ekki hvað hann heitir.
Mér finnst Amanda geðveik. Já, Amanda hún líka. En út af hana þáttunum, hana Carrie's Diaries. Já. Þeir eru svo góðir hana. Mér finnst Carrie sko pirrandi stundum í Sex and the City. Já, mér finnst hún ógeðslega pirrandi. Já, en mér finnst Amanda, hún er svo skemmtileg í þáttunum. Já, reyndar. Mér finnst svo leiðilegt fyrir krabba, menn ég var nei. Já. Já, Ég var að setja lag eða? Já, það verður komið gott, við erum alveg búin. Þið eru komin aftur á Veldið á Radio 97. Við ætlum að tala hvað er sori, eða svona, hvað þið skilgreinir sem sori. Já, Anita er komin. Já, Anda er komin. Hæ, Anda. Hæ. Hvað flokkast undir sori? En það er enginn krakkar í Reykjavík sem kallar þetta sora, það er eiginlega bara Keflavík. Já, eiginlega. Já. Vel gert. Já. Það veit samt allir hvað sori er. Hvað segir það krakkar í Reykjavík? Þau bara, hvað er sori? Í alvöru? Já. Ég þekki svona fólki í Reykjavík og þú veist. Ok. Besta vinkonu mín er í Reykjavík, vissi sori. Ok, það er kannski svona sum hverfi í Reykjavík. Já, hún náttúrulega er haffringur þetta. Já, það er allt öðruvísi. 101 sko. Það er bara mismunandi, þú veist, við kallum sora svona þá sem að drekka og reykja, þau kalla sora þá sem að drekka og reykja eru alltaf að fara heimann og eru í svona meira rugli. Mér finnst svolítið fólk flokkast stundum oft sora eftir, þú veist, ok, það eru rosalega margir úlingar sem drekka og stundum reykja, en þeir eru ekki kallað sorar, en sorar svolítið þeir eru að reykja á skólatíma, þá er ógeðslega oft flokkað undir sora. Já. En fattu hvað við? Og líka Já, og sérstaklega Gabriel. Benda sjálfa, hvað ég segja? Já, floffið. Þetta tala um þetta sveitin. Já, það, persónulega, mér er svo mikil synd út af því aðeinsveit. Mér finnst þau voru cool. Þau voru, sérstaklega þegar vorum að reykjum. Sérstaklega þegar vorum að reykjum. Litla sýsti mín var að koma heim að reykjum. Ok, allavega. Já. Það er samt að, mér syndist svolítið leiðilegt þegar fólk er að flokka suma undir sora þegar þau bara drekka. Það er aðeins svo mikið, sko. Já, og líka bara, þú veist, ef þið bara hafa ekki farið í sturtu í nokkra dagar, skilur, þá eru kallaði sorar í Keflavík. Já, og líka þegar það er dæmt fólk eftir fötunum sem þeir í. Já, þú veist, ef þú sér fólki aðeins svo bara, sori. Ertu að strjúka? Bara orðið svoleið, sem maður segir fólki aðeins. Já, það er nefnilega þannig. Já, svona, þú veist, þannig, en þú veist, ég hef örugglega gert það sjálf og þið hefum örugglega allavega gert það sjálf. Ég hef alveg gert það. En mér persónulega finnst þetta samt gett leiðilegt. Þú segir margt Anda. Já. Ég verði ekkert þetta að segja. Það er alveg sorar, já, nei. Það var strákur í þessum skóla sem var á fótboltaæfingu og í Adidas-buxum og ég spurði hann hvort hann væri að fara að strjúka eftir þetta eða hvort hann færi heim eftir æfinguna. Ég skil samt hérna þú ert að nota Adidas-föt þú veist að fótboltaæfingum út af því að Þetta er íþróttaföt. Þetta voru ekki íþrótta Adidas-buxur, þetta voru svora Adidas-buxur. Þessi ákveðna manneskja er með okkur í skólanum. Já, þessi ákveðna manneskja sem er nýbyrjaði á fótbolta. Já, ok, ég veit hvernig þú tala um. Heyrist í mér. Já, en þú verður svona að passa þig. Ég nafngreindi ekkert. Já, en þú veist, hann er kannski að hlusta og verður móðgæðir. Heyrist í mér? Hvað? Það heyrist ég. Ég landi sólið með mikrofóninu. Ég tók samt eftir að Adidas var mjög vinsæll hérna öskudagsbúningur. Já, ég tók einmitt eftir því. Hérna, ég fór í strætó og það var fullt að krakka með Adidas-búningum. Frumlegt. Spennandi. Já, mjög svo. Hérna Já, smá svona ok Já. En við viljum minna á það að síminn er opinn. Hvað er númerið? Ég man aldrei. Ekki heldur, strákar með munna 490 490 Endilega hringið. Eða 490 197 Er það 490 197? 097 ok. Númerið er 490 197. Ég held að þetta ætli enginn hringi okkur. Nei, ég held ekki, en við erum samt að gefa Korni, by the way. Já, það er ekki fyrir eftir samt. Við getum alveg gert það núna. Það vilja allir Korni, eða ekki? Já, en þú veist hérna. Já. Nei, herriðu. Hérna, kemur einhver. Halló. Getur þið sleppt útvarpinu fyrir bakvið? Hæ?
Getur slögt á útvarpinu fyrir baku þig, Maggi? Ég er búinn að því. Ok, hæ Maggi. Hæ, Tina. Ég þekkti þig strax á röddinni. Hæ? Ég sagði ég þekkti þig strax á röddinni. Já, ok. Hvað segirðu, Maggi? Ég er Korni. Viltu Korni? Við glemdum að ákveða spurningu. Já, reyndar, býta aðeins. Karitas talaði við hann, við ætlum að ákveða spurningu. Já, hvað segirðu gott? Hérna, ég er með spurningu. Ok. Geturðu nefnt allar stöðurnar í fótbolta? Nei, ok, þetta Ok, þetta er eitthvað sem að þú veist. Allir vita. Enginn veit. Nefnum þú kannski æfa fótbolta þá finnst þér ég ætla að biðja að nefna allar stöðurnar í ballett. Nefndu allar stillingar á víólu. Það eru svona 700. Nei. Það eru Það er fyrsta, unni, 3, 4 og 5. Takk fyrir að segja svari. Já, ok, finnum við einhverju spurningu. Hringdu eftir. Já, hringdu eftir smá. Verðum aðeins ákveða. Það er ákveða. Áður spurði ég bara hvað margar tegundir af korni til. Hvað eru margar? Það eru svona til mikið fleiri út í Ameríku. Ég keypti einu svona korni sem var með svona hvítum súkkulaðbitum ofan á. Það er enginn talmaður. Já, en það var svona keypt hér á landinu. Erst þú enn hér? Skellt á. Farðu. Ó, hann er farin. Ok. Kom, eigum að fá eitthvað skemmtilegt lag, Vignir? Já, komum með eitthvað skemmtilegt lag. Bara eitthvað. Hvað er með eitthvað? Veldi á Radio 97. En við ætlum að vera með vinninga núna. Við erum búin að ákveða spurningu. Við erum búin að ákveða spurningu og þið getið hringt í 490 197. Já, það númer. Og þið getið inni hvað? Hvað getið þið mörg korni? Anda? Já. Hvað sem mörg korni getið inni? 5. 5, ok. 5 korni. 5 bananakorni. Jeppers. Mjög góð korni. Já, það væri fínt að hringja. Ok. Jæja. Halló. Halló. Hver er þetta? Þetta er Maggi. Hæ Maggi. Já, þetta er Maggi. Ok, hvað heitir pabbi Simba? Simba? Já. Hver er fjandinn Simbi? Horfir ekki á Disney. Hakuna Matata. Lion King. Þessi orður eru sönn. Ok. Hakuna Matata. Þið standast tímansönn. Allar áhyggjur eru þurrkaðar út. Ég ætla að leiða hún svara. Ok, hvað segirðu? Hæ? Ertu með svarið? Nei. Ok, ertu svar? Já. Engin annar? Jónatan. Nei, það er engin annar. Ok, ertu með svar? Bye. Bye. Hey, bye. Ok. Halló. 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 Hæ. Er það ekki Mufasa? Herðu, jú, það er Mufasa. Er þetta Birkir? Birkir, sko, hann er með þetta. Þú maður komið í skóla og sækja 5 korn í stykki. En er ég heppinn? Já, þú ert rosa heppinn. Mjög heppinn. Takk fyrir þetta. Ekki máli. Ok, bye. Bye. Ég er að spá, ættu kannski að taka viðtal við... Ég var að taka viðtal við Valþór núna? Já. Ok. Vignir, DJ Wally P. Það gerast því svo leik. Halló. Ok. Dum. Þetta er gerðframlega hringt. Þetta er líka mér. Já, ég nenni bara að taka það. Nei, ég kann það ekki. Er þessi bara náttúrulega sko? Já, blessa. Sæll Valþór, þú ert á Radio 97. Live. Hvað er þetta að segja? Já. Ok, ertu tilbúin fyrir nokkra spurningar? Já. Ok, hvað heitiru og hvað bekkast í? Ég heiti Valþór Pétursson og er í 9. bekk. Hvað er uppáhaldsmaturinn? Nautakjöt. Hvað ætlar að vera í framtíðinni? Leikari. Ekki neitt annað? Ekki eins og ég er búin að plana sko. Já, ok. Ok. Ertu spenntur fyrir að vera GT í kvöld? Já. Já. Pilsa eða pilsa? Sko, það er bæði. Ha? Það er bæði. Getur ekki vala milli? Nei.
Æfir eitthvað? Æfi eitthvað, já. Hvað eru? Ég er súperformi. Hvað sagðirðu? Ég er súperform. Súperform? Já. Hvað er það? Það er bara í ræktinu, sko. Það er svona tími. Já. Skil. Uppáhaldsflíkin? Já. Já. Já, einmitt. Uppáhaldsflíkin, já. Hvað er uppáhaldsflíkin? Hver er uppáhaldsflíkin mín? Já. Það eru rauði nærbuxurnar mínar. Já, ok. Kók eða Pepsi? Kók. Uppáhaldsþættir? Blue Mountain State. Ok. Ef þú verið stelpa einn dag, hvað myndir þú gera? No comment. Ædolið þitt? Pabbi og bróðir pappa og afi. Eitthvað að lókum? Ekkert fullt, bara mæta á ballið í kvöld, sko. Ballið mitt? Ballið þitt? Nei. Afturballið? Já, þetta er ekki ballið mitt. Ok, þannig þá bara mæta ballið, ekki ballið þitt. Allir að mæta á Converse ballið. Það er verið að byrja að selja samfélagsmiða. Já, allir því ekki að mæta? Þú eru með það kannski? Já, ég held að flestir ætti bara að stökkva inn og stökkva út, sko. Já, ég veit. Ég held, það var einhvers að sagði mér, sko, það var ógeðslega DJ. Nei, það er tjóka. Já. Þá heyrustu bara. Bye. Já, nei. Bye. Þetta var skemmtilegt viðtal. Þetta var mjög skemmtilegt viðtal. Mjög svo. Geðveikt. Hvort er hann ennþá hana? Nei. Ok. Hvor myndið þið segja, hvor myndið þið fá ykkur iPhone eða Samsung Galaxy? iPhone. Ég er samt búin að heyra ekki að ég myndi örugglega fá mér iPhone og þú veist, út af því að iPhone er iPhone. En Samsung Galaxy er búin að fá ekki eitthvað góð svona, hvað heitir þetta? Kommenta á sig. Já, ég veit ekki, ég er bara orðin svo háð Apple eitthvað. Já. Mér finnst samt, ég farið sko í Samsung, mér finnst ekki pirrandi svona snertuskjáran á honum. Já, mér líka, það er svo erfitt að íta á hann. Og líka, mér finnst iPhone svona smooth. Maður þarf íta gett fast mann. Já, það er svo þægilegt líka. Og það gett leðilegt, þegar maður fyrir yngri börn, þá svona, hvernig heitir þetta, hann fyrir svona í parta, það gett hægt. Já. Þú veist, það ekki verið hægt í yngri börn. Sóli, áttu ekki Samsung Galaxy? Hvernig líst þér á hann? Akkurri? Já, það er, já, við sem líka. Er kveikt á mikrofónuðinu? Nei. Ok, hvað sagðir þið? Ég sagði að mér finnst hann leiðilegur að það verður batterislaus strax og mér langar að eiga iPhone. Af hverju langar ykkur samt í iPhone? Er það ekki svona út af svona... iPhone er bara svo þægilegur og klassískur bara. Já, hann er bara, það er ógeðslega auðvelt að nota hann og það er svo þægilegt að nota snertskjáinn. Ég heiti stelpu sem vildi bara í iPhone, bara svona getur fengið Instagram. Nei. En maður getur fengið Instagram Hipsta! Já, hún var alveg, fekk iPhone, bara yes! Nú getur fengið mér Instagram. Vá. Svo getur við lengið mömmu sinum iPhone, bara svona getur fengið Instagram. Vá. People out there. En herru, ég ætla að kveðja. Já, ok. Við sjáumst. Líka. Bye. Yfirgef okkur. Skemmt ykkur vel á hann okkar. Já, það verður greinlegt. Svakalegt. Hvað segir þú að enda? Bara allt fínt. Já. Þú hefur geðið mikinn áhuga á þessu. Já. Sérst að skína alveg úr andlitinu á þér. Já. Þú bara, þú hefur svo margt að segja. Já, ég bara, veit ekki hvað ég á að segja. Já. Eitthvað svona sem liggur þér að hjarta? Hvað finnst ykkur skemmtilegast við sumarið? Við? Sumarið. Allt ég elskar sumarið. Ég líka. Ég vildi að vera summer all the time. Mér finnst sko, það er eitt svolítið vandamál með á sumrin. Það sem ég er svolítið erfitt með að tala. Ég get ekki verið kyrr. Ég er bara svona, þið hafa séð mig, ég er hvítan allt sko. Hafið séð mig, neittjók. Mér finnst það svo leiðilegt að fá þetta liti kringum mig nema ég. Sérstaklega Laufey. I'm sorry. Ég elska líka á sumrin
hvað maður hittir alltaf vinni sína og maður, þetta er svo mikið svona, og við erum alltaf úti maður er svo mikið frjáls og engin skóli maður verður bara svona, maður verður svo ánægður. Já, þetta er bara eitthvað svona, ég veit ekki, þetta er bara geðveikur tími. Maður verður líka með að kynnist krökkunum svo mikið betur í kringum sig á sumrin. Já. Eins og núna í sumar þá urðu við hérna vinahópurinn bara gett náinn. Já, það er reyndar eðlægt svo. Hei, eru þið búin að heyra þetta? Lögreglustjórinn á Suðurnesjum varar við flöskuborðum. Lögreglun á Suðurnesjum svarar við svokölluðum flöskuborðum sem eru í gangi þessa myndi. Vitað er nýlegt atvik þar sem ung stúlka vann flöskuborð á Facebook. Fór hún síðan ásamt 5 vinkonum sínum á skemmtistæði umdæminu þar sem þær fengu vinningan afhentan í lítra vodkaflösku og orkudrykki. Og hún hafði ekki náð aldri til þess að kaupa sér, hún var ekki með aldur til að fá drekka áfengi. Já, gauðin sem gaf henni það er ekki örli fokkin djúpum skýt. Úps, afsakið orðbræði. Ég veist ekki nota svona orð tina mín. Já, ok. Hann er sko í bip skýt. Já. Hvað finnst þér þetta? Svona, myndið þú fara að fá þér þennan vinning? Þú veist ekkert hvernig þú ert að tala við þér. Þetta er like-leikur á Facebook, eitthvað svona þetta er eins og bara bollunar okkar. Finnst ykkur svona like-leiki samt ekki pirrandi? Það er komið svo mikið af þeim, það er bara allir með like-leik. Svona 4000 like og þá var ég gefið iPhone, svo fáðu ekki 4000 like og svona daginn fyrir því mér fengum ekki like-in sem við vildum fá, þannig við viljum ekki gefa þetta. Já, þeirra líka fólk hækkar það til þess að þau þurfi ekki að gefa. Já, satt. Ég hef séð lendi eins og þess. Ég var mjög fúl. Varstu búin að Já, það var einu like-leikurinn sem ég hef likeað. Ég er ekki svona like-leik típa. Já, hvað ætlaði að segja um það? Ég veit ekki. Þú ætlaði að segja eitthvað svo hættur við? Já, ég man það ekki. Já, ok, skil. Hvað finnst Við erum samt með opinn síma enn og aftur fyrir vinning og erum við spurningu. Þannig að þið megið hringja í síma 490-0197. Kjallan, með þetta. Náðu þessu. Vel gert. Ég veit. En hvað finnst ykkur tískunum í dag? Mér finnst það bara sökkað. Af hverju? Bara, þú veist, allir eins. Mér finnst svo fyndið hvað fólk, ég hef sagt þetta áður og það vorum að tala um daginn. En það var samt í fyrsta þáttunum okkar sem var mjög leiðilegur. Þetta var þátturinn á fyrsti. Já, allavega. Mér finnst fólk reyna svo mikið að tískan gildir út af það að vera ekki mainstream en fólk verður allt svo mainstream. Mér finnst tískan það svo flott af því að fólk verður frekar að klæða sig eins og það vill sjálft. Það er samt en samt ekki, það er þannig en það er samt allir eins bara. Mér finnst samt líka allir vera að væli við því. Fólk er minna að dæma annað fólki eins og þú veist eins og hérna 2007 það voru ekki allir það voru ekki allir í pink eða karate eða Adidas eða eitthvað, þá voru þau bara ekkert. Núna bara geta þeir, þú veist, nú getur fólk bara verið í því sem það vill. Það er enda rétt. Þetta er rosalega vel orðað. Ég held ég hef aldrei heyrt en það er líka ég veit alveg að það er líka gæprandi svona gælur sem eru eins og allir og er alltaf eitthvað oh my god, það eru allir eins, vá, ég þoli ekki tískuna hérna Já, ég er ein af því fólki by the way mér finnst líka oft sem fólk vælu svo mikið yfir því hvað tískan er on mainstream en eins og þegar allir var að væla yfir hvað allir áttu Jeffrey Campbell mér finnst það samt æðislega sko, mér finnst það ekki alltaf mér finnst það ógeðslega flottir Já, mér finnst það væla yfir því hvað allir áttu Jeffrey Campbell þegar maður ætlaði að kaupa sér hælu sko það var yfirleitt bara ekkert annað í búið úti því að þetta var þarna, þetta var eina sem var og þeir voru líka bara gæðið flottir einhvern veginn og þannig að þeir svona öskra á mann ég á eina Jeffrey Campbell sko og ég get ekki farið í það af því ég er með svo stórar tær og tærnar á mér komast ekki onni á þess að bygglast eitthvað ég sko teipa þær saman til þess að komast onni ég á 2 pinna heila svo ég er Jeffrey Campbell sko og þeir eru svo illa svona hvað ég segja, sniðaðum svo leðilegt að mér finnst þægilega að vera í pinnahælunum mínum heldur en í Jeffrey Campbell sko sem eru þau sem er gett eitthvað hæl og verið stígvel sem er svolítið svona weird Já Herðu, við vorum að fá eitt óskalag setjum á eftir smá en hérna áramótaskaupið
Mér fannst það fínt, sko. Það var svona, Takk Auður. Saknaði líka. Hún ekki að hlusta þess Ok. Hún getur ekki í tölunni. Mér fannst það alveg fínt. Mér fannst það fínt þá til í endan eiginlega. Endan hvað? Á áramótasköpinu. Já, áramótasköpið. Mér fannst sko, þið búin að heyra um það er einhver sem ætlar að kæra áramótasköpi. Nú, akkur. Og þetta því að brandarinn voru bara svona óbúslega við Þetta var svolítið svartur húmor. Já, mér finnst það samt gett fyndið og eins og þetta með Jón Gnarr þegar hann kom inn hana í hjólastólum og allir voru að gera grín af og allir voru alveg það voru gera grín af, ok, fyrir og þú veist, fólk voru að fara í svo miklu vörn og var eitthvað, já, hann að gera grín af föllum og eitthvað hann var ekki að gera grín af fólki sem er fatlað hann var að gera grín af, þú veist, Jóni Gnarr því að hann fer alltaf yfir strikið. Já, þetta var svolítið svona miskildur. Mér finnst samt eitt svolítið leiðilegt við Jón Gnarr. Þegar hann mætti á Jetsy-búninginum hjá Lady Gaga, mér fannst það gegn cool. En þegar hann mætti hann svo aftur á okkur annan fund, mér fannst það bara ekki lengur cool. Já, hann svolítið í því að fara yfir strikið. Hann var í nýjum búning. En já, hann ætlaði að kæra út þetta og svo svartur húmor, en mér finnst líka svolítið eitt leiðilegt. Og ég veit að, þú veist, að það eru ekki mikið fólki endilega saman mér finnst. Nauðgunarbrandar með þjóðatíð, mér finnst það ekki leiðilegt. Ef einhverjum var, býtu, leið mér að klára, ég vissum þetta gera það. Ef einhver, þú veist, hafa kannski verið misnotaðar en nauðgar, þá kannski eyðilegast þetta bara allt óramöndarsköpum. Já, þeim getur liðið ógeðslega illa út af því og hvað. Það er samt verið að gera grín á, þú veist, íslenska samfélaginu því að við erum svo blind á þetta. Ég veit, það sem Tómas sagði. Fólk ekkert að taka eftir, þú veist, eins og þegar hann var að biðja bara smjörsýruna og þetta hana. Hvað þetta bara, þetta fara á þjóðatíð. Þú veist, fólk þetta gæti alveg eins verið þannig. Já. En mér fannst það bara svo umlegt út af skilur því fólki sem hefur orðið fyrir nauðgun. Það örugglega ótrúlega erfitt fyrir það að heyra eitthvað meira nauðganir og svoleiðis eftir á. Og hafa svo þetta í áramótasköpinu. Það örugglega svolítið erfitt. Ég heyrði atvik þar sem stelpa var nauðguð bara mjög stuttu fyrir áramótasköpið og þetta eyðilega öll áramótin fyrir henni. Ég skil samt ekki af hverju fólk myndi taka þetta svona, þú veist, tekur þetta svona inn á sig. Ég skil það samt alveg. Ég skil það mjög vel. Ég skil það af þessu marki, en að því að þetta þú veist, það verið að gera grín af þjóðinni, ekki nauðgun sem slíkri, það bara verið að gera grín af. Já, en þeir taka svo ekki inn á sig, þeir bara minnast á þess. Þeir meina ekki eitthvað gaman á áramótunum. Muna bara eftir því, skilur þeir þetta gerðist við þig. Ég náttúrulega veit ekki skilur, hvað eru búin að segja oft skilur í þessu þætti? Ég ekki að minnast á þetta til að núna fyrir fólk að telja. Já. Hei Tinna, ég frétti einhvers staðar að þér langaði svo mikið í hundin að Sóla. Já, það er satt. Talandi það. Mér fannst það bara. Hún er bara svo sæt. Æ, please Óli. Alveg please, með sko nokkrum setum meira þess að. Þetta var, já. Eigum að setja okkur kós með Ed Sheeran eða? Mér finnst það búið að vera svolítið mikið techno. Já, setjum á Ed Sheeran. Fáum við Ed Sheeran, Vignir? Var þetta nei? Ok. Hæ, þú ert að hlusta Veldið? Veldið, sko. Á Radio 97. Eigum við að tala vandræðarlega hluti sem að foreldrar mann setja á Facebook? Já, endilega. Hvað hef ég gestið þig enda? Ég sé að mamman er rosalega duglega að setja brandar á Facebook. Já. Mér finnst ekki að finnir. Og mamma mín er rosalega duglega að stela þeim á hann á Facebook. Mamma mín, hún er líka rosalega duglega að setja eitthvað á síðuna hjá mér. Og séðan verða, það er svo margt. Hvor er mamman? Báðar. Og pabbi minn. Og það ég er búin að taka eftir, þú veist, báðar hafa gert það, þannig ég var alveg hann gera báðar. Og séðan verða alltaf brjálaðar ef ég dýl það. Hvað er með eitthvað vandræðarlegt sem það er að setja? Mamma mín setti núna bara í gær eitthvað share if you think this is cool og setti eitthvað sem að já, Mountain Dew-ið. Já, hægt að láta Mountain Dew lýsa. Já. Hvað enn þið með þér lífi? Herðu, mamma, ég var eins og í sambandi og ég setti það á Facebook og mamma mín ákvað að kommenta á það. Alveg, ertu ekki að grínast í mig love og svo blikkall. Það var alveg, blikkallinn gerði útslagi, sko. Ég skil. Já. Mamma mín er bara ofta ógeðslega hallarsleg á Facebook. Hún setti það ekki allar mömmur. Hún setti eins og svona mynd af gömlum kalli
og í svona glærum regnkápa svona glæri regnkápu með væng, já, nei, þú veist, já, og eitthvað, mér finnst eitthvað, skrifa hann svona undir myndin eitthvað, mér finnst rigningin góð og þú veist, þetta bara eitt af atvikum og ég var einu svona í klippingastofu með mömmu og hún var að tala að hún mætti ekki skila Facebooki sitt opið í vinnunni, annars myndi fólk fara inn á það og vera að þú veist að pulli og þá var ég eitthvað að það myndi ekki skipta neinu máli þar sem hún sérði enga mun út og hún svo hallærslega á Facebook Mamma mín alltaf að setja lög inn á mér og stjúpamma mín alltaf að setja inn á hversu mikið litla systir mín saknar mín og hversu mikið hún saknar mín það reyndar alveg svolítið krúttlegt sko en verður pirrandi eftir smá tíma þegar alltaf verið að setja það inn Já, ég get alveg trúa því Ég þarf svona rétt að vona að foreldrin eins og ekki að hlusta Þau eru örugglega að hlusta Já En það vandræðalegt og mér finnst það vandræðalegt og síðan ef maður dildar því eða hætar það eitthvað þau verða bara, þú veist, þau verða gett pirru út í mann Þú getur svona látið ég kemst kannski upp í minn núna Nei, þú getur það ekki eftir að Þú getur bara látið hana sjá þá, sko Já, en þú getur það ekki fyrir en þú getur það Já, það er ekki alltaf skilur Betur en ekki neitt Ég reyndar, ég hef gert segum það að gera það Og líka Já En síminn er opinn fyrir vinningi Við erum með enn vinningin eftir Þetta er auðveld spurning Þetta er mjög auðveld spurning Hvað heitir kærasta Aladin? Og endilega hringið inn Hvað er það að gera? Hvað er númerið? 490 490-197 Takk Ellen Þú ert samt fín Ellen Hvað er tilnefnið? Afmæli Já, afmæli Byrjaði ekki 9 Ætlar enginn að hringja? Þá bara ég þetta allt korni alein Ég er alveg bara svona Það er heilt kassi Það er örugglega svona 30-40 eftir Ég er bara óbúslega móðguð Já Enginn að hringja, allt er leið þá Ok, þá getum við bara að vinda okkur Kannski er bara enginn að hlusta Ég held að sé enginn að hlusta Já, mér finnst það alveg líklegt Það er örugglega enginn að hlusta nema mamma mín Og mamma mín Og Birkir Og Maggidan Hann er alltaf að hlusta Love you Maggi En hvað Ég voru að tala á það Svara Hvað er Halló Einhvern grýna með þetta sem Maggi Já Eða mamma mín Hæ Hver er þetta? Þetta er Maggi Kemur á vart Ertu með svarið? Nei Akkur er það að hringja? Ég ætla að sanna að ég væri að hlusta Já, ég skil Ég sagði samt að þú væri að hlusta Ég veit það Og svo sagði Tinna love you Maggi Það er að gefa mér korni Við ætlum ekki að gefa þér korni nema þú sért með svarið Þú ert aldrei með rétt svar Maggi Ég veit bara tilkynningu það að mamma mín var að setja lagin á Facebooki mitt Er þetta svona revenge? Já En we love you Maggi Heyri mér, bye Bye Kemur þetta smá Ha Það er að googla Já, pottið Hvað er það eitthvað bannað? Já, reyndar Mér finnst það ekki svona heiðarlegt sko En það sem engin annar er Það sem að hringir engin annar inn, þá er þetta lagi Nei, kannski Það er einhvern á línu Þú var svarað því að Kannski er þetta mamma að karta Ha, hvað sagði þið? Ó, mistu það Jæja Já, en nú vorum við að tala um sóraðan Hvað er smápíka? Já, hvað skilgreinið þið sem smápíku? Og hvað er bara smápíka? Tinnu Já Fyrir 3 árum Ég var samt svo mesta smápíka sem ágast fundið örgulega Já, ég var líka mjög mikil smápíka Við vorum að skoða reykjamyndir á hann Já, þetta var ekki mjög falleg sjón sko Ok, ég er með sögu Ég fór með Tinnu og fjölskyldu minni til Akureyrar og við vorum að leiðinni í bílum og það kom eitthvað svona 2 mánaða gamalt lag
Anita, Ég ég var að reyna að vera bara cool fyrir þig. Leiðum að klára að tala. Hún var allan tíman. Og ég hvað þetta er gammalt lag. Ég var ekki allan tíman, ég sagði þetta einu sinni. Hvernig getur þú hlusta á þetta? Þetta er svo gammalt. Ég sagði þetta einu sinni. Þetta er bara Ok, býtu, ég get toppað þetta, Anita. Hún sko, þegar hún var ung demma, þá átti hún það til að snúta svona moskara klessur á sig og eyelinerinn. Það var í 7. bekk. Mastró. Ég var að uppgöta málingadót. Það er alltaf slæmt tímabil. Það er slæmt. Þú veist svona eins og Arvel Lagvín, ég held ég sé að setja hún rétt með eyelinerinn alveg. Já, ég gerði mjög mikil mistök. Ég setti eyeliner inn í vasslínuna og það var svona, þú veist, inn í auga þannig. Þannig að, já, það var mjög hræðilegt. Það var aldrei í Þýskaland. Hættu þessu. Þú bara reyna að verja sjálfa þig. En hérna, já, talandi samt málingadót. Ég fór að reiki í 7. bekk, eins og flestir aðrir krakkar. Og, sko, vandræðilega mómentið þegar að ég mátti ekki mála mig, þannig að ég notaði 3D-gleru í staðinn. Máttu ekki mála þessar reykjum? Jú, ég mátti það ekki. Já, þú máttu ekki mála það. Ég var alveg, þú var ekki að reykja. Mamma, ef þú ert að hlusta, þá var ég eina stelpan sem mátti ekki mála mig á reykjum, by the way. Ég mátti mála mig, já, ok, ég málaði mig, ég var alltaf með maskara. Já. En ég held að þetta sé komið gott og... Já, ég held að þurfum bara að kveðja. Spennandi þáttur að taka við okkur. Sorry þið sem ætlið að reyna að vinna Korni. Já, þú veist, örugglega enginn. Þetta er alltaf næg, mamma, ég skal gefa það Korni. Allir þessi... Ertu til að lækka útvarpinu? Getur slökkt útvarpinu? Halló. Hæ. Hæ. Getur þú lækkað í útvarpinu? Já. Ok. Ertu með svarið? Já. Hvað er það? Ertu með svarið? Fyrir hverju? Ó, guð, neitjók. Hvað heiti kærasta Aladíns? Kærasta? Aladín. Býta aðeins. Hei, ekkert Google, sko. Jasmín. Já. Það er já. Hvað heitir þú? Heiðrún. Nei. Það hlaut að vera eitthvað, ég var bara svona, þegar þú byrjar að tala, þá er það bara svona, pirrandi. Neitjók. Þegar kemur þá með Korni til... Ég kem með Korni handa, ég var ekki búin að klára. En Heiðrún, velkomin heim að Reykjum. Já, takk. Kynna er búin að sakna þinn, hún var í tárunum sínum hérna á 5. daginn. Já, en hérna, við heyrumst, bye. Bye. Herru, við verðum vist að fara að kveðja, þátturinn okkar á að vera búinn. Orðin. Setjum á lag. Við setjum á lag, Vignir. Vignir, lag. Tveir. Á, þetta kom í gang. What's up? Já, við erum einu vitið og við ætlum að vera hérna milli hálf 7 og 8. Hálf 8 til 8. Já, ég meinti það. Hvernig við að byrja þetta? Bara kynna okkur eða eitthvað. Það þekkja okkur allir. Allir þekkja mig. Við erum langskemmtilegasta grúpun. Lol. En þú verður að fá mikrofón, sko. Þetta er hann. Ok, ætlum við að tala eitthvað eða? Sælir. Voru ekki einhverjar hraðspurningar eða eitthvað? Jú, við erum alveg 1, 2, 3, 4 gesti. En við ætlum samt bara að taka 1 þeirri hraðspurningar. Og hver er teginn í hraðspurningar? Magnús. Já, og hann sem vinnur Kornið. Magnús Dan. Pröfa að tala í þetta. Nei, þetta virkar ekki. Sláðu að vera að kveika mikrofónum í ánum. Þórundur, ekki vera svona nálat mikrofónum. Hvað sagður þau? Þú getur talað hennan, sko. Ert þú með spurningarna, Elvar? Nei. Er ég með spurningarna? Já, ég er með eitthvað spurningar. Summa senast, eða? Jú, segja það bara. Legðu við hlustir, já, hlustaði nú að 3-5-0. Já, ég ætla ekki að spyrja hann. Ertu tilbúinn? Já. Ok, þú verður að tala hærra. Ok.
Ok, hvað gerir eftir skóla? Þú getur notað hann. Ok, eða ekki. Ok, tilbúin. Já. Ok. Elvar. 1, 2 og byrja. Hvað gerir eftir skóla? Fyrir á æfingu. Hver er áhugamálin? Snjóbretti. Uppáhaldsfag í skólanum? Ekkert. En leiðilegasta? Ekkert. Nei. Segurðu nakin? Stundum. Ef þú gætir hitt eitthvað frægan, hver var það? Mig. Já, Elleni. Nei, hættu hann Ellen. Hver var það? Veit það ekki. Athygli sjúkmaður. Ef þú gætir fengið einn ofurkraft, hver var hann? Geta gert allt í heimi. Allt í heiminum, bra. Ok. Hvað er draumastarfið þitt í framtíðinni? Búi í boxi. Búi í boxi? Hver er frægastur í símanum þínum? Ég var að fá símanum minn og bróðið minn eitt öllum úr símanum mínum. Hver er bróðið þinn? 777 Magni. 8260. Magni. 777 8260. Er hann skemmtilegur? Stundum. Er hann jafn hávöxn og þú? Nei. Er hann jafn hávöxn og ég? Nei. Er þetta ekki fyrirhandi kærastan Ellenar? Jú. Ok. Hver er merkilegast sem þú hefur hitt? Hæ? Hver er merkilegast sem þú hefur hitt? Ellen. Hvað myndir gera ef þú mætti vera ósynlegur í dag? Farin í klefann hjá stelpunum. Hvernig myndir lýsa fatastílninum? Hvernig myndir lýsa fatastílninum? Nettum. Hvernig myndir lýsa þér í einni setningu? Of gráðu gæi. Hvað er skemmtilegast að Akurskóla? Hver er skemmtilegastur í Akurskóla? Nei, hvað er skemmtilegast í skóla en fyrir ekki? Spurningar. Það er að vera eitthvað að slökka símanni sem minna. Það er alltaf fyrir mikrofóna. Það er bara best að Nýju kasta honum síminn frá hans sér. Magnúsar fór bara í gólfið. Kasta honum bara. Ok. Hvað er skemmtilegast í skólanum minn? Já, í Njarðvíkurskóla. Hann er svo ógeðslega ljótur. Er það skemmtilegast? Já. Hvaða lag myndi lýsa þér best? Ég veit ekki. Besta bíómynd? Veit ekki. Besti sjónvarpsþáttur? Það er mitt með þér sko. Tónlistarmaður í hljómsveit? Maður það ekki. Matur? Lasagna eða eitthvað. Drykkur? Ellen, invitaði honum í lasagna. Vatn. Kann ég að búa til lasagna? Leikari? Ég þekki enga leikara. Nei, bara þú veist upp á Já, ég veit það, ég bara okay. Liðið í ensku? Liverpool. Vefsíða? Hvað er vefsíða? Bara þú veist upp á vefsíða, bara Facebook eða eitthvað svoleiðist að Örugglega Facebook. Heitasta gælla á Suðurnesjum? Ekki horfa á Ellenni. Veit það ekki. Það hlýtur að vera einhver. Ég höstla bara gælur á Reykjavík. Ok, heitasta gælla í Reykjavík? Anita Dögg. Ok, hver er það? Googlum hann á Facebook. Ellen hann á Facebook. Ellen Vaffelselvar. Hæ? Ellen Vaffelselvar. Ég allan daginn. Ég er frændi hann sko. Þekkir hann að hjört. Þetta er frændi minn. Hvað var spurningin? Bara Ellen eða Elvar? Elvar. Klálega. Mamma þinn eða pabbi þinn? Mamma mín. Hvað framhaldsskóla ætlar í? Eða þú ert svo ungur. Magni eða Svavar? Hæ? Magni eða Svavar? Magni. Hver er Svavar? Lillbróðurins eða eitthvað? Nei, stórbróður minn. Hvað finnst þér Ellen vera að skvísa? Hún er algjör skvísa. Hvað finnst þér Tútulokka? Akkur horfður á mig? Tútulokka. Hvað finnst þér Tútulokka? Hvað eru Tútulokka? Bara þú veist. Hvað er þetta gerir þetta? Hvað er þetta gerir þetta? Mér finnst það ofursalt og ég ætla að fá mér þegar ég er á náðsjón. Klálega. Hver er uppáhalds FS í yngriðin? Ellen, þú ert ekki í FS. Innum áfram. Já, 103, fegst 3,8 í einhvern eða eitthvað. Hver er uppáhalds FS í yngriðin? Máttu ekki segja bróðinn? Hann er ekki FS. Hann er ekki FS. Ó. Eyjólfur. Ok, hvað finnst þér flott skutin? Svona, þú veist eins og tútulokkaðar og tungulokkaðar og eitthvað svona. Nebbalokkar. Ég ætla ekki að segja það sem ég var að hugsa, ok. Ég er samanlega þessum hérna gæja. Hvað heitir þú?
Ég er sammála Óðinni. Hvað er það? Pípulokk Bíp Megum við segja Þetta er hérna fyrir neðan Pípulokkar. Ég sagði Megum ekki segja Pípu? Pípu. Pípulokkar. Ok, Þorvaldur Nei, ég sagði pípulokkar, ég sagði ekki með kái. Áttu vinkonu? Já, fullt af vinkonum. Hver er besta vinkonin? Ellen. Ekki segja Ellen. Ellen, hætta rétt upp hönd þegar maður er að spyrja fólk. Snúðu við og taktu headphone-un að þér. Út reygin. Þetta er alltaf leið, þetta er spurningin, hver er besta vinkonu? Ellen, þú ert með miða á bakinu. Ná, takk hann af. Hvað kostaði þetta? 6.990. Skenk. Hver er besta vinkona þín? Skenk. Hver er besta vinkona þín? Ekki rífa hann samt. Veit það ekki. Ok, þú ert búinn í kvöld. Búinn í kvöld. Þakka þér. Ég ætla að ringja eftir, sko. Ringdu eftir að fá Hvað ætlar að fara heim til þín og ringja? Nei, ég ætla ekki heim til mín. Ég ætla að ringja og fýblast í fólki. Já, ok. Ringdu og fýblaðast í fólki. Hvað, ekki bara að fá lag? Ekki bara að fá lag? Jú, skellum minni fers. Crack a ball. Crack a ball. Crack a ball. Hérna Þorður. Já. Erum við að fara að rappa? Up in the air. Hérna Ég er stressað, Er Ellen múr að rættu þessu? Er þetta hverju? Ok, það sem við erum að fara að gera okkur núna er að við erum að fara að kveikja á laginu mínu. Þetta er að borða þig. Og strákarnir hérna eru með textan minn og þeir ætla að rappa með. Það er bannað að hlæja. Það er bannað að hlæja. Jók, þið með hlæja eins mikið við vilja. Ég gefst náttúrulega upp snemma, sko. Það er alveg sama. MC Haffi. Ég er gummi Við viljum afsaka blóðdýrðin af því að Haffi nú ekki. Þið gerir bara Balalala bíber, balalala bíber. Ok, eigum að reyna þetta. Ok, það er viðlagið, við syngjum báðið þá. Og svo tek ég Haffa part og viðlagið aftur og svo tekur þú ert súrhefni. Já, það er 4-7-0, ekki 2-4-0. Það var fyrst þannig, sko. 4-7-0. Þetta er 4-7. Óákveðingur, skiljum. Ok, byrja. Ok, byrja þetta. Ok, byrjum við þá. Við vorum að syngja almennilega, sko. Sko, viðlagið er sagt tvisvar, þótt það sé bara einu sinni hérna. Þannig, þú veist. Ég var ekki stressaður með Ok. Ok, þetta er tvisvar sinni viðlagið. Já, ok. Tilbúið. Legðu við hlusti, já hlustaðu nú. Þú þekkir stílinn minn, já þetta er 3-5-0. Legðu við hlusti, já hlustaðu nú. Þekkir stílinn minn, já þetta er 4-7-0. Legðu við hlusti, já hlustaðu nú. Þekkir stílinn minn, já þetta er 3-5-0. Legðu við hlusti, já hlustaðu nú. Þekkir stílinn minn, já þetta er 4-7-0. Hey hey, Haffi góð til kynna sig. Hilstu með að þú segir hér ég hljóma ekkert á byrjandi. Flæðir eins og öldu bitch. Erfitt að ná takja á mér meirun á vinsælun. Hvað er þetta? Hindu bara eitthvað, kom á. Þetta er allt alveg eins. Þú ert að fljótir aðeins að rappa. Það er Ari ekki hægja á þú, eða? Ég vona það. Þú ert að rappa, sko. Ég rappa fyrir það. Þú veist ekki Bakka strax. Ég er það besta, feska sem hiphop. Æ, eftir snerta með Tyson í flóinu snerta og Haffi tekur með þetta fulla metna. Bjarnabróður er í húsinu og heldur það á allt ekta og jákort. Hvað er það? Sikkis og svínaflensan. Ég er hiphop gefnum frá uppi enda. Legðu við hlustir, já hlustaðu nú. Þú þekkir stílinn minn, já þetta er 3-5-0. Legðu við hlustir, já hlustaðu nú. Þekkir stílinn minn, já þetta er 4-7-0. Legðu við hlustir, já hlustaðu nú. Þekkir stílinn minn, já þetta er 4-7-0. Legðu við hlustir, já hlustaðu nú. Þekkir stílinn minn, já þetta er 4-7-0. Á meðan kærastinn þín kallar Ari, ég elska þig. Öskar að ég tilbaka og segir please þetta elda mig. Og þú kallar mig ógis. Kallar kærastinn þín mig eins og ég sé supernóti. Þú jafnast einhvern veginn halva mig. Homie, ég mun klára þig. Eru þið alveg frá ykkur? Þegar ég mæti allir frá ykkur. Þegar þið munið pissa mér mun ég bomba í smekkvæðinu. Hvað Bíp, 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 bíp. Skiptir ekki máli þegiðu bjáni og kallar mig ykkur. Þú ert klár. Er það hægt það?
Ok, þóli ekki svona ketti sem fylgdi og feskir Ari er ekki hægur en þú hafi Já, en þetta er bara Legðu við hlusti, já hlustaðu nú Þekki stílinn minn, já þetta er 4-0 Legðu við hlusti, já hlustaðu nú Þekki stílinn minn, já þetta er 4-0 Já hlustaðu nú Þekki stílinn minn, já þetta er 3-5-0 Legðu við hlusti, já hlustaðu nú Þekki stílinn minn, já þetta er 4-7-0 Já, jabba dabba dú, 3-5-0 í þitt hús og við erum ekki kús og drulla þú þér út Ég fók að hvíta fána þinn því ég ætla að klára mitt Ég rækki opna sárið þitt, við erum ekki álnaðir Og mig rímandi rappari, spitsið og lafðir rakkari Þetta er að passa þig, því við erum eitraðir Bakið upp, ég lað með þið fokki leikandi Stúdduð þið vinnum þínum, ekkert mál fyrir okkur með það því Já, 3-4-0, það er ekki til þess að leika við Svo það er þér að meika, misefnaði leikari Og gæla þín, hún byggði mig að Ef þau að nóttin nálgast það segir hún alltaf nei við þig Því ég er eitari, feitari, sættu þið við það Homie, eigðu góðan dag, ha? Og þú mátt kalla mig ákafan Og ef þú ferðið fangismundu leikar með þess Þetta er komið gott. Eigum við ekki bara opna síman? 3-5-0 Opna síman. Hvor var betra að opna, ég eða Elvar? Nei, 350 Þorvaldur eða Elvar. Og hvað er símin er 490-0197. Já. Kroppa þetta, hvað er hann er að kroppa tattu í burti. Við ætlum samt fyrst að hlusta á Boyfriend með Bieber. Ég er að fara að ringa inn, sko. Þarf að borða mæk. Fyrir okkur. Bíp. Bieber á meðan. Herru, ok, ekki bara láta opnaði síman. Alexander Bieber. Nei, við ætlum að opna síman fyrst. Ellen. Ok. Halló. Hæ. Er þetta Fanny? Er Elvar hana? Já, þetta er ég. Hæ. Hvað segirðu? Hann er búinn að vinna það núna maður. Hvað segirðu? Ok, gott. Hvað, ertu að hlusta? Já, ég hlusta. Er allur skæinn að hlusta eða? Nei, bara ég. Ok, hvað ertu? Ég er heima. Ok, beð heilsöldum. Gamla fósturheimilum. Fiskildi. Herru, ok, hvað fannst þið betri? Mér varst rapparinn betri. Ok, nei, takk. Hann má ekki vera með, Þorvaldur, heiti ég. Ég heit Elvar, við vorum sískinni næstu því. Já, næstu, við vorum eiginlega bara sískinni. Ok, já, segjum það. Hvernig ætlar að kjósa? Ég ætla að kjósa hana rapparann. Nei, þú verður að velja milli mín og Þorvalds. Sko, ég er ekki með. Ég er rapparinn. Þá vil ég segja Elvar. Þetta er náttúrulega bara svinn, sko. Líka. Herru, ef við opna hérna næsta. Heyrið þér þannig. Já, bye. Gaman heyrið þér, bye. Erum við okkur lengur sem þú þekkir Elvar? Elsku. Halló þetta. Hæ strókar, þetta er Pálmi. Þú veist alveg hvernig þú kýsur, sko. Nei, hann með kýsa þig. Þú með mér í bekk, sko. Þetta er Þorvaldur, allan tíman. Vel gert. Þannig herru, ég þarf að meira á sig. Skellu á. Skell. Leifum að tóka. Love you guys. Bye. Love you Pálmi. Ég get þetta alveg sagt ykkur það að Pálmi flengir ykkur báða í þessu. Nei, Pálmi. Gauður, ég tók rappall við hann og hann vann fyrstilótuna, sko. Já, hringið. Það er 1-1. Pálmi, þú mátt ekki hringja aftur. Pálmi, hver er þetta? Æ, Pálmi. Gabriel. Halló. Hver er þetta? Ég heiti Magnús. Og hvernig ætlar þú að gera í dag? Það er upp í 2. Já, þetta er upp í 2. Það er 1-1, sko. Það kom 1-1. Hvernig ætlar þú að kjósa? Þú getur ekkert bara hund og verið ekki viss. Ellen var ekki með þessar kemni. Jú, Bieber. Jú, hún sagði Bieber, sko. Þú getur ekkert hund og verið ekki viss, sko. Ok, segðu. Það virkar ekki þannig. Elvar. Þetta er svindl, sko. Þetta er ekki svindl. Ok, takk fyrir þetta. Ok. Skellur á einu svakalegu Justin Bieber lagi á Boyfriend. Eða Baby eða ykkur. Viltu tryggja sigur? Boyfriend? Ég vil eiginlega ekki tryggja sigur minn. Hann ringdi aftur inn. Ef það ringir ykkur aftur inn, þá sögur við bara. Sættu eitthvað Justin Bieber lag á. Nei, Alex, ég er búinn að rústa þér. Sættu við. Ok, hlustum nú á eitthvað alvörunni. Ég var samt betri. Justin Bieber. Þú veist einhvern veginn svona. Ég? Já.
Halló. Herru, af hverju, það heyrist allir mér hérna, sko. Halló. Það heyrist í ykkur, eða? Viltu ekki bara fara inn í mækið? Já, ég er að tala venjulega núna, heyrðu, það víbra snúðu. Já, það er inn í mækið. Það er ekki nóg að vera bara hér, Jú, það er alveg nóg að vera hér. Nei, ég heyri ekki Ég var að læra, sko, ég var að læra. Já, ok, ég var að læra. Ég á ekki að vera svona, ég á frekar að vera svona. Svona? En heyrðu, við ætlum bara að þakka fyrir okkur. Þannig við ætlum að þakka fyrir okkur. Og við verðum Fyrir að sinni. Við verðum kannski á morgun. Bye bye.